Verður velkomin að Rauðaborðinu. Hérna í þessu þætti verður margt til fjöldunar. Hérna aftast í þættinum að þá verða sagðar femíníska fréttir. María Pétursdóttir fær þá, það Margréti Pétursdóttir og Söru Stefildar og það alltaf ræða eða fara yfir svona þær fréttir sem að hafa verið í vikunni sem að tengjast kvennabaráttu. Tillögurnar sem að voru kynntar úr starfshópum Svandísar Svavarsdóttur sjávarútvegsmál hafa farið svona ansi misjafnlega ofan í fólk. Þetta hefur verið kynnt sem svona einhver svona framfaraskref en þau sem hafa verið að fjalla sjávarútveg og kvótamál ekki hrifnir. Ég veit ekki hver afstaða Arthúrs Bogasonar, formanns smábátasjómanna eða smábátaeiganda, hver hún en hann kemur hérna eftir og við ætlum að fara yfir þessar tillögur og hvernig þær líta út frá hans sjónarhóli sem að hefur verið einn af hörðustu gagnrýnendum kvótakerfisins í áratugi. Við höfum rætt svolítið heilbrigðismál og líka kjaramál og Sandra B. Franks sem er formaður sjúkraliðafélagsins, hún ætlar að koma hingað á eftir og við ætlum að tala stöðuna í heilbrigðiskerfinu en líka kjaramál sjúkraliða því að sjúkraliðar eru í samfloti með BSRB-félögunum og eru að fara að hefja viðræður við sína viðsemjendur og ég ætla að heyra hljóðið í henni það en líka þá undarlegu staðreynd að sjúkraliðin sem starfa á Landspítalanum að þeir eru færri í dag heldur en voru 2009. Samt hefur þjóðinni fjölgað, samt hafa ferðamenn komið hingað, samt eru við eldast og þurfum frekar á spítalavist að halda og umönnun sjúkraliða en þeim fækkar. Ég spyr Söndru þetta. En við byrjum eins og annarlega á fréttum dagsins og hver eru þær, María? Heyrðu, já, það er hryðjuverkamálið, svo kallað í Héraðsdómi. Það kom í Héraðsdóm. Já. Nú byrst allir myndir af þeim, eins og voru við bara samstöðum einu sem hefur byrst myndir af þeim. Já. Og sömu fjölmiðlar tókst eftir því. Moggin og Rúf byrstu myndir af þeim, en sögðu ekki nafnið þeirra. Nei, ég tók nú ekki eftir því, en ég tók eftir því eins og er að, ég held að vísir að við, sagt frá því að þeir hafi verið sagt, með eitthvað fyrir andlitónum þegar þeir gengu inn en tekið það niður þegar þeir settist inn í réttarsal. En þeir voru ekki að hylja andlitin. Þeir voru ekki að hylja andlitin í réttarsalunum. Það voru myndir af þeim í öllum miðlum. Og þeir voru nafngreindir í víðaskvar, svona á Vísi og Fréttablaðinu og það voru bara svona, veit ekki. Núna á að taka það sérstaklega fyrir frávísununa á hryðjuverkahlutanum. Hvort þetta sé hryðjuverkamál sem er aðal vörn verjandana. Já. Því að það er svo mikill munur á refsingu, ef hvort þetta sé hryðjuverk. Lengdamunur á refsingunni, þó svo það væri fjallað ætlaðar líkamsmeiðingar eitthvað sem ég held nú sé ekki. Að ef það er hryðjuverk, ef það er í einhverjum pólitískum tilgangi, þá er refsiramminn bara upp í ævilangt fangelsi. Og hlutdeild og skipulagning eða hlutdeild í hryðjuverki getur 15 ára fangelsi. Það er bara allt önnur ella. Þess vegna hefur Sveinn Andri, nú tala meira af þeim verjendum, lagt mikla áherslu á hvað þetta sé fáránlega hugmynd að þetta sé hryðjuverk. Já. Samt Europol eða Interpol, hvað ekki Europol, evrópska lögreglan, hún var á því að þeir hefðu verið að íslenska lögreglan hefði bara rétt náð að stoppa hryðjuverk. Annað þeirra, sem ég held að sé Ísidór, hann er sá sem ég sagði vera nasisti. Hann hefur sagt það sjálfur, hann sé nasisti. Við sögðum frá Twitter-reikningum hans, hverjum að vera elda og fylgja. Það var annars vegar mikill áhugamaður smíði á þrívítabissum. En svo var hann að elda alls konar svona hægri menn, öfgahægri menn. Og hann hefur sagt að í vitnalitlum hann telli sér tilheyra svona hálf skipulögðum hreyfingum hægri öfgamanna. Já, einmitt. Og það er líka komið fram að hinn var eiginlega ákafari í því að Sindri í að fremja hryðjuverkin. Sem að hann Sveinn Andri er að verja. Sem hann sagði núna daginn að hann sæi eftir. Hann væri með, hann væri fullur eftirsjár. Yfir þessu öllu. Já, en Ísidór segir að hann hafi verið mjög uggandi að hinn ætlaði að fremja eitthvað stórkostleg hryðjuverk. Já, ok. Þannig að það er
Þetta er mjög sérstakt. Já, þetta verður annars verður með svona evróskulöguna sem að er með heila deildir í þessu að með þetta. Og þú ert með annan sakborninga sem að lítur svo á að þarna hafi verið bara hársbreytt frá því að vera hryðjuverk. Og svo ertu með fullyrðingar Sveins Andra. Já. En dómararnir sem hafa hafnað framlengdu gæsluvarðhaldi hafa tekið þann pólinn í að þetta væri ekki hægt, það var ekki hægt að... Já, þeir hafa tekið Svein Andra á þetta. Já. Sem er svolítið sérstakt ef að sko einmitt vitnisburður þeirra sjálfra stangast í rauninni á við það. Þetta er það eina, þetta náttúrulega kemur fram í ákærunni og einhverjum upplýsingum frá lögreglunni og hún kannski velur helst það sem að kemur því í milla, ég veit ekki það. Já, kannski. Hefur áhuga á þessu máli? Já, mér finnst þetta ég fylgist með þessu sko, að mér finnst þetta einhvern veginn sorglegt mál aðalega. Já. Skringilega umfjöllun þetta. Það voru alveg rosalega skringilega umfjöllun þetta. Podcast umfjöllun þetta. Já. Það var í Hátinn í dag og í gær voru svona blaðamenn að diskutera hinn og þessa þætti. Þetta var svona dottið yfir og svona hálfgett skemmti efni. Já, sem að er fáralegt eiginlega sko. Já, það er svona engin kunni að taka á þessu máli. Ekki löggan, ekki fjölmiðlarnir. Já, einmitt. Þetta er mjög áhugavert mál. Já, og mikil raun fyrir þessa pilta. Já, einmitt. Ættu með meira? Herði, já, Samfylkingin mælist núna stærri en Sjálfstæðisflokkurinn, nýjustu könnun Maskínu. Já, það er graf. Já, þetta er munur, en þetta myndu einhverjir svona stjórnmálafræðingurinn segja að væri ekki, þetta er innan skeltimarka. Þau eru eiginlega jafnstóru og þetta er það sem hefur komið fram í könnunum alveg frá því í lok síðast árs. Já. Að þessi flokkar eru jafnstórir. Einmitt. Og hvert tekur Samfylkingin fylgi sitt að Framsókn hefur minnkað og Píratar hafa minnkað. Þeir eru komið 10,4, þau voru að dingla svona í 14. Já. Og þarna er reyndar er viðreislega ekkert svo lág. Þú sér það þarna svona við hliðina, viðreislega gul, við hliðina þá voru þeir lægri. Já, og Vafki er að fara pínlítið upp þarna. Já, þannig að núna það kom þarna í einhver könnun sem var á milli jól og nýjárs, það sem að allir minnstu flokkanir, sem er þá flokkur fólksins, miðflokkurinn og sósíalistar, voru allir háir, það hefur líklega verið Maskína. Já. En það er svona eins og þeirra allir gefið eftir og Píratar sem er breytið í. En ef maður horfður til lengri tíma, hver er Kristrúnar áhrifin? Já. Ég tók það eitthvað tíma saman á samstöðunni. Já. Að þá er hún að sækja fyrst og fremst inn á miðjuna. Það er Framsókn, Píratar og Viðreisn sem er að tapa fylgi. Þannig að hún er að sækja svona, þetta er svona hægri miðjufylgi. Og gæti líka verið að það myndi ná inn í Sjálfstæðisflokkinn. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að gera gott mót eftir landsfundin. Það virkaði ekki sem vítamínsbrauta, síður en svo. Stæðsta lýðræðisveisla Íslands töluðu hvað þetta sýndi styrkleika flokksins. En hann hefur heldur gefið eftir frá landsfundinum. Já. Svo er Kristrún Frostadóttir bara kasólétt. Já, þetta er bara mánuður áður en hún eignast sína aðra dóttur. Einmitt. Og hún var eitthvað að ræða þetta ég held hún að hafi verið annarkvort í Íslandi í dag, í kvöld eða í gær. Já. Hún ætlar að reyna ekki að taka allt fæðingarorlofið. Hún er sirkað út, hún geti verið 3 mánuði með þóttir sinna heima. Til að byrja með, segir hún, en á Vísi. Einmitt. En hún sagði annað í þessu viðtali að hún vildi vera forsætisráðherra. Og helst það er alltaf að veikjast þetta með að hafna Sjálfstæðisflokknum sem hann Logi gerði. Já, einmitt. Núna þú heyrir bara stefnuna hjá mér að það kæmi aldrei til greina að Sjálfstæðisflokkur verið ráðandi í ríkisstjórn sem var með þessa stefnu, sá hún svo. Já. En núna er hún byrjað að segja helst ekki með Sjálfstæðisflokkur. Já, hún er ekki að tala neitt afgerandi það. Hún hefur aldrei gert það reyndar afgerandi, finnst mér sko. Nei. Bara svona einmitt helst ekki. Nei. En nú, mér finnst það vera veikara núna. Já. Og það er oft gert, ef þú ætlar að setja eitthvað fram sem er óþægilegt og setur það í svona skömmtum, í teskeið. Þetta er flokksfólki fá þetta í teskiðaformi. Svo náttúrulega ef að nýr formaður skilja svona miklu fylgisaukningu, þá verður allir svo bjartsýnir og glaðir að hún getur eiginlega sagt hvað sem er inn í Samfylkinguna, sko. Það verður allir
til í að styðja hvað sem hún segir. Já, einmitt. Já, það er hundleðilegt að vera, þeir voru með undir 10% síðast í kostningum. Já, Nú er það með þessari konu, hvað er þetta ekki 23, eitthvað? Jú, 23. Það er rosa munur á því. Já. Herðu, en hvað ertu með meira? Herðu, svo er það veitur. Það er kuldin og akkur er kallt í húsunum. Já, veitur er ekki að framkvæma með að við... Þú varst að skrifa fréttum þetta. Já, ég var að skrifa fréttum þetta á samstöðinni í dag, sko. Það var graf sem var svolítið áhugavert. Já. Erum við með það? Það er komið upp. Þú voru að segja hvað þetta er. Já, þetta er þetta eru lagnir eða lengdir af lagnum í Reykjavík frá 1980 til 1922. Þetta eru bara upplýsingar og gögnum Veitna. Hvað er leggja mikið að nýjum lagnum? Já, og þarna sjáum við að þarna kemur rosa skarð þannig í kringur hrunið. Já, þarna verður hrun. Já, þarna verður algjört hrun. Og síðan er þetta bara upp í helmingnum af því sem áður var. Já, svo fer það aðeins að rísa en bara upp í helmingina því sem áður var og núna... Þannig þeir eru ekkert að byggja upp innviði? Nei, við sjáum það svo glögglega á þessu grafi. Og svo fór ég aðeins að rýna líka í... Og akkur er ekki að því? Svo fór ég að rýna líka í stefnuna sem að þeir eru að vinna eftir veitur og þetta er náttúrulega bara og ég fór líka bara að skoða hvernig verða að vinna þetta núna með Reykjavík og Reykjavík ákveður að loka þessum sundlaugum þú veist á þessum tíma þegar það er hektist að kynda svona mikið og ég meina þetta er bara ákvörðunaratriði fyrirtæki er rekið sem svona bara kapitalist fyrirtæki og vil ekki eyða í fjárfestingar? Nei, þeir eru með svona með einhverja svona áhættu mat og allavega þeir vilja bara passa sig að vera ekki að eyða of og þeir bara ætla ekkert að ekki láta þau fá heitt vatni með nauðslega þurru? Já, basically er það þannig Þannig að það að maður sé allt í einu, þetta er eitthvað sem maður bara, og þegar ég sá þetta graf, þá var ég svo slegin. Þetta er van fjárfesting í innviðum. Van fjárfesting að yfirlögðu ráði, myndi ég orða það, vegna þess að það er bara stjórnunan hættirnir sem að kalla á það að það sé ekki verið að það var ekki að fara í neina áhættu með hennar rekstur og úr því að það er svona kalt núna þá skulum við bara fara að segja fólki að loka gluggunum meira og þétta hurðir Getum við fundið eitthvað sem að getur sagt okkur hvort að þétting byggðar eins og það til þess talaðum í mest ekki Laugarneshverfinu að skólarnir sem að fyrir eru leikskólarnir þeir þola ekki að því að það bara búið að byggja allt og mikið þarna í kring að getur það átt við líka lagnirnar að þú getur ekki fjölgað endalaust íbúðunum í hverfunum á þess að leggja auka lagnir og bæta nei, þú getur það ekki þannig að þeir þurfa náttúrulega ég niður í bæ, það er náttúrulega búið að byggja heila hverfisgötu og heilt skuggakverfi og guðmönda hvað þannig í kring þeir eru í ykkur pínilu húsi innan allar bígar og það er svo kallt kallt í húsinu þannig að það getur verið minni þrýstingur á vatninu ég er búin að reyna að tappa lofti og allt þetta sem maður lærði í Kanada en svo er þeir ekki almennilega heitir og svo er þetta þá kannast við þetta svona Danfoss og svo að einhverju tímabili þá átti að spara orku og þannig að þú getur aldrei farið upp úr held ég 4,5 eða eitthvað. Þannig að það er alltaf svona 5 og 6 sem að til dæmis eins og í 17. frosti væri freistandi að sitja og opna bara blús. Ertu með svona það sem bara stoppar og fer ekki lengra? Nei, reyndar kannast ekki við þetta? Kannast ekki við það. Nema þú getur náttúrulega bara stilt á upp í 10 eða eitthvað en ekki þeir stoppa ekki á 3 eða eitthvað svoleiðis. Nei, stoppar svona 4 málum. Já, það var ekki þannig. Ég man eftir, það var eitthvað svona áróður, þetta er svona kannski fyrir svona 20-30 árum. Það var svona áróður Morkusson verið að segja að fólk væri með opnana allt og háa, það streymdi allt og hratt í gegn og þess vegna ætti fólk að sitja stopp á opnana. Ég var svona að brjóta þetta innsikli, það var að hækka þessi opnunum. Prófaðu það, séu hvað gerist. En ég núna á síðunni hjá Veitum, það er alveg bara þeir alveg stór hluti af heimasíðunni þeirra núna í með svona ráðleggingar hvernig þú að fara vel með orkuna eða hittan
Og svona tala Heita niður svona, þið þarf nú ekki að vera heitt. Já, þú þarft ekki að fara alltaf í heitt bað og þú veist, þú þarft ekki að vera að opna gluggana svona mikið, en þú veist, og þá kemur á móti sko miglumálin og það allt. Það er einhver sem er byrjað að auglýsa núna þvottaefni til að þvott í köldu vatni. Já, einmitt. Það er náttúrulega gert út alla Evrópu, bara fólk sem á ekki efna því að sko sitja þvottavélina á hita. Þannig að það kemur ábyggilega svona... Já, einmitt. Þetta endar svona í blessari nýfrálsíkinni. Við bara verðum með trefil inn í stofu og förum bara í bað, kannski eitt bað fyrir jólum. Annars bara kallt og þvottabóki. Já, Jesús. Hvað er meira? Þetta er svona, herðu, launadeilan hjá Play. Já, þetta var fréttablaðið með þetta, þú sagði líka frá þessu samstöðinni. Já, einmitt. Það er mikil óánægja hjá flugfreyjum og flugþjónum og fréttablaðið hafði einmitt byrt launaseðil upp á 289.000 krónur útborgaðar. Já, en Play er nú ekki, þeir eru nú ekki á því að það sé nú enginn með svona lág laun sko, og þeir telum að þeir séu með 3 launaseðla. Fólk fáið 3 launaseðla. Hverja mánu ekki hugmyndu það, mjög undarlegt. Eitt borgaður út frá skattaskjólu eða eitthvað? Ég veit ekki, þetta er mjög undarlegt og þú veist, segir að þið hefðu örugglega bara séð einn af þeim. Þú veist, en hvað þá með hérna 2, þetta er mjög undarlegt mál. Kom nú fram þegar Fleifastofna. Já. Að þeir grófu upp gamalt verkefnisfélag sem hafði legið í láðinni í 3 ár, endurreistu það og þetta er þeir eru gult verkefnisfélag klárlega gult verkefnisfélag sem er stofnað af stofnendum Play og lykillinn að því að stofna Play og fá peninga frá hluthöfum var að vera að brjóta á réttindur og launafólks. Já. Þannig að auðvitað springur þetta náttúrulega endan. Auðvitað springur þetta. Ef þetta springur ekki, þá er náttúrulega bara samfélagaleðinni niður. Já. En þetta er einhvern veginn með þessi lágkjálta flugfélög, sko. Það er svolítið svona eitt tekur við á öðru, sko. Og það endist, það nær að þenja sig og halda niður í kjörum í einhver ár, sko. Svo springur það og þá kemur einhvern veginn furðulegt samt að alltaf koma einhver með einhvern smá pening og stofni nýtt, sko. Flugfélag nr. 2. Við erum að horfa núna á hvað lággjald á flugfélag nr. 3, er það ekki? Það var Iceland Express. Já, fyrst. Og svo Vá. Og svo Vá. Svo reyndar ég svo gaman, ég man þetta er Arnarflug. Já, Arnarflug, já. Var það lággjalda? Nei, ég veit ekki. Það var svo hafskip og svona. Það voru eiginlega sömu mennirnir á baku það, sko. Já, það ekki. Þetta voru sem að einhvern veginn ættu að finna leið til að fjallum þetta þá tegunda businessmönnum sem ekki til eru kolgrafann en voru alltaf í einhverjum barningi. Mér datt það í hug þegar ég var að hlusta á Jósafat Arngrímsson podcastið hjá RÚV. Hann eiginlega til þessum hópi sem að var alltaf í business. Já. En var ekki innvíður og innmúraður. Nei. Heldur var svona fyrir utan þetta eins. Já, og sumið þeirra eins og hann ræktist yfir á gráa svæðinu yfir í svart, sko. Einmitt. En svo var svona margt þarna, þannig að það eru hafskip, Arnarflug, þetta fór fæstaði sem fór vel, sko. Einmitt. Síðan náðu þessi menn vopnum sínum aftur í aðdraganda hrunsins. Já. Björgúlfur Guðmundsson var svona tilheyrði bæði hafskip og var á svona þessum, var aldrei nógu fýtt til þess að tilheyra kolkrabanum fyrir hann var svo ógeðslega ríkur að hann gæti keypt sér virðingu. Já, einmitt. Herðu, en ég er nú að draga þig langt frá fréttum. Nú ert að draga þetta aðeins, já. Herðu, leiga hækkaði mikið í desember. Já, við töluðum það í gær og ég spáði því að þegar að því að gær voru að segja frá því að fasteignaverð hefði lækkað. Vísitala fasteignaverðs hefði lækkað. Já. Og ég sagði að vísitala leigunar hefði hækkað í nóvember og öllu líkindum myndi að gera það líka í desember. Hún hækkaði sko 1,6% á milli einu mánuði og það er ígildi verðbólguhraða ef það myndi gera það í 12 mánuði í röð. Þá væri 21% verðbólga á leigumarkaði. Þetta getur verið og kannski þurfum við að finna einhvern sem að geti spáð í það. Ef að seðlabankastjóra hefur tekist bara að frysta kaupendamarkaðin, þannig að það getur enginn keypt að því vextir eru svo háir. Það er svo fáir sem að raunverulega standast að geta keypt. Og svo er svona óvissa hjá þeim sem er í braskinu að þeirra halda þessu höndun að bara verði fyrir niður eða hættir að hækka.
vegna þess að svo fáir sem geta keypt. Það er verið að drepa eftirspurnina, það er ekki til meira húsnæði, það vantar ennþá húsnæði og þá situr fleira fólk eftir á leigumarkaði. Ferðamennir eru að koma til landsins sem að auka þrýstík á leigumarkaði. Til þess að sinna ferðamennum þá þarf að flytja inn vinnuafl sem þarf að búa ykkur staðar. Og við erum að taka á móti flóttafólki frá Úkraínu og Venezuela. Þannig að það er eiginlega svona að verða til eitthvað sem að geti kallað svona perfect storm á húsnæðismarkaði. Og þetta og eftir að éta, þú veist, sá sem er í leiguhúsnæði og er að lágum launum og býr í Reykjavík, að hans bara kaupmáttur bara verður étin upp. Já, einmitt. Það er hættan. Já. Það er spurning hvað gerist í samfélaginu í kjölfari, sko. Ég skrifaði um þetta og svo töðaði eitthvað um að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun birti fréttatilkynningu í gær sem að fór í alla fjölmiðla. Já, hlutdeildarlánin. Hætt að hækka íbúðaverð hætt að hækka sem er eiginlega frétt það að aðgerðið Seðlabankans til þess að kæla húsnæðismarkaðin virka. Svo kemur næsta vísitala daginn eftir. Leiguverðir var eins og raketta á leiðinu upp. Já. Það var ekki sendt út tilkynningu það. Nei. Það var bara lætt inn í töflu, djúpt inn í vefnum þeirra. Engin fjölmiðl sagði frá þessu. Ég er þetta skrifað um það í lokréttarinn að sagði, engin fjölmiðl er að segja þessu rétt. Já. Þegar svo sá ég að rétt ára kom hingað inn að þá viðskiptablaðið hafi tekið upp. En mér kemur alltaf óvart hvað fjölmiðlar láta í að teima sig, sko. Og mér líka kemur óvart að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem ætti að vinna bara fyrir almenning. Já. Af hverju lítur hún svo á að hún sé einhver sérstakur málsvari húsnæðisstefnu ríkisstjórnarinnar? Af hverju má hún ekki segja okkur bara satt? Og þú nefnir hlutdeildarlánin sem hafa hrunið. Það er í árinu 2022 fóru 18% af þeim lánum sem höfðu farið 2021. Þannig að kerfið er bara ónýtt. Ástæðan er svo að til þess að fá hlutdeildarlána þá þarf þetta að finna íbúð sem er bara finna íbúð sem er ekki til. Sem er ekki til. Það er bara engin íbúð svo ódýr. Þar lendi getur ekki tekið hlutdeildarlán. En þetta er ennþá kynnt sem einhver svona stórkostlegur stuðningur ungt fólk og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gerir það með því að taka eitthvað svona 3 ár að 400 fjölskyldur hafi komist inn á húsnæðismarkaði með þessum stuðningi. En það gerir það allt sko 2020 og 2021. Bara gerist ekki neitt í fyrir það. Nei. Einmitt. Við lifum í svona, það er svona pérmenninir stjórni hér allir umræða. Já, einmitt. En erum við komið bara með fréttir dagsins, þetta með meira? Herðu, eitthvað áriðandi? Já, það deilt hugvíkandi lækningar. Ég ætla að fjalla eins hugvíkandi efni vantanlega á næstu dögum. Já, ég veist að ég rættum þetta mikið í svona við eldhúsborð og hér og þar. Já, mjög líklegt. Þú sér það svolítið á fréttunum, þeir eru svona að leita einhverju leiðum til þess að fjalla þetta. Já, einmitt. Þetta er alltaf verið í Kastljósi. Nýbúin að vera þessi ráðstefna sem að ég svolítið forvitunum einmitt hverju upplifum fólks er. Já. Þannig að það sem að allir stórgúrúar heimsins í þessum málum voru. Já, og lögreglan held ég og fleiri. Og tilvonandi dómsmálaráðherra var í stanna. Já, einmitt. Allir að kynna sér þetta. Já, einmitt. En hvað sér ætlar að vera með eitthvað á morgunum? Já, ég ætla að ræða með hann, Guðmund Ragnar þetta mál. Hann er eiginlega svona fyrsti maðurinn sem að kemur opinberlega og segir frá því að nota hann sé sveppa þetta. Já. Þannig að það er alveg nokkur ár síðan held ég að koma í Kastljósinu eða ég man ekki hvað þætti það var. Guðmund Ragnar, hann er skemmtilegur. Já, ætlum að tala um Guðmund. Herri, já, og Bjarni hafnar rannsóknarnefnd Íslandsbanka. Já, það var nú hann hafnaði bara. Hann hafnaði því náttúrulega bara frá upphafi. Honum fannst bankasalan að vera frábær, sko. Já. Þó svo að fjármálaeftirlitin og ríkisendurskoðun og almenningi finnst það ekki. Já. Þá er hann ennþá á því að hann hafi sjálf frábær. Já. Engin ánægð með Bjarna nema Bjarni. Nei, einmitt. Það er ekki frétt. Já. Senkun á sorphirðu í Reykjavík. Já. Þetta það er eitthvað að í Reykjavík. Já. Það er svona grunnþjónustan, móka snjó, taka sorp bara fólki, koma heitu vatni heim til fólks. Já, og náttúrulega bara strætó líka og allt í kringum strætó. Já. Það er náttúrulega, þetta snýst allt
held ég meira menna útvistun. Ég veit ekki hvernig með sorphyrðuna, henni lítur að vera útvista líka. Nei, ég er ekki bara gámafélagi sem með svona okkur business til fyrirtækja. Ég man þessu var útvistað í Kópavoginum fyrir margt löngu, sko. Ég veit ekki hvernig þetta er í Reykjavík. Ég nefndi að ég byggi í Skuggahverfinu. Þar var sett upp svona, hvað er þetta kallað, svona sem maður getur farið með pappír og plast og... Grandagámar. Já, en það er svona ón í jörðinni sem að fyrsti gámur var settur upp á Baldursgötu. Já. Þannig að standa bara svona eins og póstkassar upp í jörðinni. Já, jú, einmitt. Þetta stendur svona á milli gömlu skólagötunar og Sæbrautarinnar. Já. Það er ekki, ef þú kemur þarna með dótið þitt, á bíl kannski, þetta fari eitthvað, þá er ekki bílastæði. Þannig að þú verður bara að stoppa og sitja þarna blikkljósin og hlaupa yfir. Það er ekkert mokað í kring. Nei, þannig að kemst ekki með þetta núna í þessari færð. Síðast ég reyndi og þá var ég bara í lífsáska. Já. Og svo þegar maður kemur að þessu, að þá eru göti bara svona lítil. Maður kemur náttúrulega með svona bréfpoka. Þú kemur úrslega, eða þú ert alltaf pakka allur en að rífa það neyri í ræmur til að koma það í ræmur. Og svo fór Aldalóa núna alltaf að fara með. Ég var það núna við þessu, hvernig þetta væri. Hún kom svo tilbaka og sagði að það var bara allt fullt af sorpi, sko. Í kring? Það er ekki móka að þessu til þess að þetta takir í burtu, sko. Þetta er rosalegt. Þannig það er eitthvað svona... Það er eitthvað að, já. Já, það er eitthvað, þeir alltaf komið svona nýjar hugmyndir, hafa áhuga okkur í nýju verkefnum, en svona til þess bara að viðhalda hlutum, taka sorpið, móka snjóin, láta stræta ganga, engan á því. Tölum borgarlínu. Já. Það er alltaf eitthvað svona lausnin í framtíðinni. Já. Kannski hættum við að fá sálfræðing til þess að tala borgarmál. Já, einmitt. En þú ert ekki með meira? Nei, þetta er komið. Það er rosa fréttir í dag. Herðu, en við ætlum alltaf áfram að tala fréttir. Það er kjaramál og heilbrigðiskerfið eftir augnablik. Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélagsins. Já, herðu, Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélagsins, skrifaði grein á Vísi í morgun og ég held að það hafi verið þannig að verið fyrsta setningi sem hafi sagt að það séu færri sjúkraliðar sem að starfa á Landspítalanum í dag heldur var árið 2009. Það er ekki rétt? Ekki alveg. No. Nei, það var þannig að það var fyrirspurn á Alþingi. Já. Þórunn Sveinbjarnardóttir lagði fram fyrirspurn og tímaspönnin sem hún var að leggja til var frá 2016 til 2021. Já. Og þá kemur í ljós þegar að er verið að kalla eftir þessum upplýsingum að fjöldi sjúkraliða árið 2016 var yfir fleiri heldur á Landspítalanum. Já. Heldur árið 2021. Þeim hefur ekkert fjölgað verulega síðan. Síðan 2021, en hefur fjölgað? Eitthvað lítilega. En svona heilt yfir að þá er bara mikill skortur á sjúkraliðum í kerfinu. Og það hefur verið lengi. Af hverju? Já, það er góð spurning. Það er bara ómikil eftirspurn eftir þjónustu sjúkraliða. Það er bara þannig. Og þeir fara að vinna þá hvar annars þar?
Já, sko, sjúkraliðar starfa allstaðar í heilbrigðiskerfinu á spítalanum og SAG, Sjúkrahúsinu Akureyri, á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni, heilsugæslunni, heimahjúkrun, heimaþjónustu og svo þeir víða á þessum einkastöðum. Hjúkrunarheimilum? Já, algjörlega, þeir góðir á þau. Og það bara mikið ákall eftir fleiri sjúkraliðum. En ef það vantar á Landspítalanum sérstaklega, er það þá verra að vinna á Landspítalanum heldur en á þessum stöðum sem þú telur? Nei, það ekkert endilega verra. Það alls ekki það. Meira álag? Þetta sko, á Landspítalinn í raun og veru svona bara mekka klíniskra starfsemi í landinu. Ef þú ert sjúkralið með metna þá ættur að vera þar. Já, maður myndi... Það svona góðar hluta starfsæmiðinni. Já, maður myndi telja að það væri, og það æskilegt, því að það náttúrulega svona, það þar sem að maður lærir þetta mest, svona þetta klíniska starf. Svo bara leita sjúkraliðar annað í önnur störf, bara eins og gengur á já, bara eins og í heimahjúkrun. Það hérna... En ekki svona að verða flugliðar og... Sko, jú, svo að þeir fara líka að leita að störfum utan fagsins og það mjög mikið það. Bæði sko innan kerfis og þá bara í önnur störf sem þá í heilbrigðisþjónustunni og svo bara í annað, bara fara bara að gera eitthvað allt annað. Hafið þið kannað það? Hvað myndi það heita? Brottfall úr stéttinni? Já, við sjáum það að það eru til dæmis yfir 5.000 starfsleyfi gild í landinu sem að embætti landlæknis gefur út og í sjúkrarlega félaginu eru 2200 félagsmenn. Þannig að 3.000 félagsmenn, ekki félagsmenn, sjúkrarlegar, eru að starfa við eitthvað annað. Meira hengur. Já, en svo náttúrulega hluti af þeim líka kannski, má segja, komnir á aldur, en stór hluti hefur farið í frekara nám, gert eitthvað allt annað. Það er eðlilegt að segja eitthvað svona... Já, eðlilega. Fólk ekki bara í saman starfinu allavega yfir. Já, það margir sem gera það. Já, en það ekki allir. Og hjúkrunarfræðingar margir. En maður sé svipaðtölur hjá hjúkrunarfræðingum. Já, það kannski ekki svona alveg hátt. Nei, ekki alveg. Ég hef séð 40%. Já, er það? Sem að væri annars þar. Já, ég þekki það bara ekki alveg. Ekki til þess að geta svona fullirt það. En ég þekki náttúrulega stétt sjúkralega mjög vel. Og ég held að, og ég bara alveg fullur sem það að ástæðan fyrir því að það svona mikið brottfall úr hérna stéttinni eru bara starfskjörinn og umhverfið. Starfsumhverfið. Hvað meinar með umhverfið? Það bara í aðbúnaðurinn. Það er vinnutíminn. Hann er mjög krefjandi, þetta er stærsta vaktavinnustjættin, sko hlutastlega eru flestir í vaktavinnu. Vaktavinnu með nætuverð? Já, með svona sólarhengsþjón, á þrískiptum vaktum. Sem bölvað til langstíma? Til lengri tíma. Það hendur ekki öllum allavega? Nei, þeir hendur ekki öllum. Og það getur verið ástæða líka fyrir því að það er svona brottfall og það er krefjandi. Það er mikið álag að vera svona á þrískiptum vaktum. Og svo bara aðbúnaðurinn, tækin. Og tólinn sem okkur falið að starfa með og það Hvað er að þú setja sinna sjúklingum en raunverulega aðstæður á spítalanum þannig að þú getur ekki gert það, þú veist að þú getur gert það miklu betur. Já, sko, til dæmis það að ég þarf að skrá alla framvindu sem er hjá viðkomandi sjúkling sem við erum að taka lífsmörk og mæla blóðþrýsting og annað, við erum að skrá það en það þarf að vera tölvur í lagi til að geta skráð. Það er ekki alveg sjálfgefið að þau vinnutæki séu í lagi. Bara það sem að manni finnst alveg sjálfsagt að hafa tölvurnar í lagi og hugbúnaðurinn sé bara eins og maður ætlast til á hverjum tíma á hverjum stað að það eru brotalega meiri því líka þannig að þetta er svona, þetta er bara viðbótarálag það er ekki bara það að sinna þessum veika að það sé erfitt, hann er kannski ekki með rúm sem hendar honum eða það er ekki hjólastóll í réttri stærð eða þannig það er ekki bara það heldur svona umgjörðin öll hún er einhvern veginn svona brotakent og það er viðbótarálag í því. Dóttir mín var á barnaspítalanum og þá var einmitt að því nefnir sko hjólastól sem að passast að það var allir svo hissa að stóllinn passaði. Já, ég meina, hugsaði þér, þú ert að vinna með þetta fólk og það er undrandi yfir því að fá tæki sem hendar því. Þetta er náttúrulega það eru allir rosa glaðir að sá að hann virkaði. Já, þetta á náttúrulega ekki að vera báðilegt. Það er bara þannig. Og allt svona tefur framvindu í þjónustu ef að þú ert að leita réttu græjánum til þess að sinna viðkomandi að þá, hleðst upp önnur verkefni af því að þetta er ekki að ganga nægilega vel fyrir sig og það náttúrulega er ekki bóðlegt.
Hefur þetta versnað? Var þetta betra? Hefur þetta bara alltaf verið ómögulegt? Ég held, nei, alls ekki ómögulegt. Nei, alls ekki ómögulegt. En ekki nógu gott. Þetta er ekki nógu gott og það sem mér finnst rosalega skrítið í þessu öllu saman, að það við erum að reka hérna ríkisrekna stofnun, við tölum með Landspítalans, á svona vilyrðum og má segja gjafagjörningi einstaklinga sem eru að gefa rúm, gefa tæki, gefa svona bara lífsnauðsynlegan búna fyrir sjúklingana í staðan fyrir að það bara allir tækjakostaðar skuli ekki vera bara kostaðar af ríkinu, það skuli ekki vera bara gerð áætlunum það þurfa endurni að tækja tól. Þetta þarf maður að treysta á velvild einstaklinga í samfélaginu. Er það þannig að það sé dregið endurnýjun á rúmum vegna þess að stjórn spítalans veit að kannski kemur ykkur og gefur okkur 3 rúm? Ég veit það ekki. Ég þekki ekki alveg forgangsröðun. Þetta er hluti af rekstri spítalans sem eru svona tilfallandi gjafir hérna og þann. Já, það er þannig. Og það er líka erfitt að vera í þannig rekstra umhverfi að þú þurfa að treysta á einhverja velgjörðamenn út í bæ til þess að styrkja þennan þátt í rekstrinum. Nú voru þið að fara í kjarabáratu og mann sækjast eftir að fá hærri laun, en maður tekið eftir því, ekki bara hérna á Íslandi, heldur út allan heim og núna eru mikil þess verkvöld í Bretlandi, inn í svona þessum stóru opinberu kerfum, inn í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu. Þar eru kennarar og hjúkrunarfólk að leggja áherslu, ekki bara að leggja áherslu á launin og svona, en það er líka áherslu á svona, maður geti kallað bara svona eins og virðingu, að inn í kerfunum sé hlustað á fagstéttirnar, að þessu byggðar upp út frá þeirra mati og öðru slíku, svona, ég segja bara valdin í kerfunum. Svo virkar stundum á mann eins og að stéttirnar hafi lifað lengi inn í kerfi þar sem ákvarðanir og teknar einhverstaðar mjög fjarri. Erum við að fara að sjá svoleiðis kröfur hjá stóru stéttunum hérna á Íslandi? Já, ég held að það sé nú svona vaxandi áhersla á þetta samtal. Já. Og ég er svona finn fyrir því að það er vísir af því, til dæmis eins og á Landspítalanum, að þar er samtal í gangi. En það hefðu þetta mátt fara miklu fyrir á stað og hlusta þá á allar stéttir, ekki bara einstakar stéttir. Ekki bara læknarna? Já, ekki svona læknar og hjúkrunarfræðingar, þeir sem eru svona kannski meira, taka meira rými í starfseminni. Það er rosalega hýraki á spítala og sjúklingurinn neðstur. Já, ég meina, starfsfólki væri ekki þarna ef að þeir væri ekki, þannig að alltaf þurfum við að fá þá því miður, en þannig er það. Já. En heldur að það sé kannski að verða til út af því ástandi er ekki að virka. Það er verið að kvarta yfir stöðunni í heilbrigðiskerfinu og maður heyrir það líka margir sem hafa leitt á umræðu eins og mjög áberandi læknandir á bráðavaktinni og hjúkrunarfólk þar. Margir verið að hætta það. Maður heyrir það stundum sem maður er að tala við á. Að þeir eru efins að hvort það sé eitthvað gagn í þessu sem þeir eru að gera. Þeir eru alltaf að benda á hættuna en þeir eru að segja, ég er búin að vera að gera þetta í 7 ár og ekkert breytist. Er ekki að venja stjórnvöld við að vera alltaf með læknin á bráðavaktinni í 3 hverju fréttatíma? Þau gera aldrei neitt og það komst bara upp með það. Ég veit ekki alveg hvað maður að segja þetta en ég held að maður þurfa að vanda sér svolítið í þessar umræði vegna þess að það er svolítið svona áskorun fyrir þessa stjórnendur spítalans einmitt og tala ekki millistjórnendur þegar þeir stíga fram í fjölmiðla að tala vel vinnustæðin sinn. Þetta er erfitt umhverfi. Við erum að tala hluti sem eru lífsógnandi fyrir þá sem að bæði er að vinna vegna þess að við erum að vinna við það sína fólki sem er með sjúkdóma og við tölum COVID sem að náttúrulega var bara lífsógnandi aðstæður fyrir starfsfólki. Það þetta verið hlýðagalum alltaf. Og ég veit ekki alveg hvað maður að segja hvernig umræðan, hvað hún er að skila en eins og hún hefur þróast að þá hefur ímynd spítalans og hún hefur bara beðið hnekki og það er vont, þetta er stæðsti vinnustaður landsins og þetta á að vera góður vinnustaður og við viljum öll vera stolt af því að vera að vinna á góðum vinnustað en umræðan er bara þannig að fólkinu... Umræðan er svona út af því aðstæðan er svona, það ekki? Jú, hún er þannig og svo er líka bara kröfurnar náttúrulega bæði orðna þannig að við viljum náttúrulega hafa hlutin í lagi og það er eiga að vera það
og það svo margt að klikka af því álagið mikið og það mannekla og einhvern veginn verður maður að tjásu þessa stöðu og hvar heppilegasti vettvangurinn til þess að gera það svo að það byrja árangur. Jú, þetta það oft í fjölmiðlum. Það kemur á almenningin og feiknarmáli. Þetta það sem almenningur situr efst. Já. Hvað finnst þetta mikilvægt? Já. Þannig að almenningur áeiginlega rétt á því að vera þáttakandi í þessu umræðu. Algjörlega og maður svolítið undrandi á því að stjórnvöld þá bregðist ekki betur við og grípi til þeirra ráðstafana sem að þeir iðulega lofa en svo eru efndir kannski ekki alveg í samræmi við þau lofar sem þeir gefa yfirlýsingar Þannig að þau líka trú ekki fæstirtanum? Ég veit ekki alveg hvað það er. Ég bara þekki það ekki. Ég bara veit ekki hverju þeir trúa. Þetta mál sem einhverju rosalegri svona... Ég held að þetta sé líka bara mjög flókið mál. Ef þetta væri einfalt þá væri búið að leysa það og við að vinna með fólk og það einhvern veginn ekki hægt að framleiða þjónustuna bara svona á einhverju standardleveli þar sem allir fá eins þjónustu heldur þarf að móta hana að þörfum hvers og eins og það bara flókið verkefni. Og þá skiptir náttúrulega miklu máli að sé góð liðsheild inn á deildunum og geta til þess að mæta og heyra í fólki. Já, það ef álagir og mikið þá náttúrulega hætti fólk að heyra eða getur ekki sinn. Já, svo bara söma deildar líka sem eru innan Landspítalans og mjög víða í kerfinu sem eru bara mjög góðar og það gengur vel og það heyrist ekkert frá þeim. Þú heyrið heyri minna í þeim. Þú heyrið þegar fólk leggst inn. Já. Þá sér maður að ég á Facebook þegar fólk leggst inn þá kemur alltaf svona mynd af viðkomandi einhvern veginn á spítalanum og svo rosaleg þakkaræða starfsfólki. Starfsfólki, já. Þá alltaf mynd af heilbrigðiskerfinu. Þú eru sloppin inn og hittir starfsfólki sem hefur mentað sig til þess að sinna öðru fólki og náttúrulega bara í mannrækt í gegnum starfið sitt raunverulega. Þá verður fólk oft bara gráti nær af fögnuðu af allri þessu hlýju og umönnu sem það varfið. Sem allt annað heilbrigðiskerfi heldur þú sér þegar þú hangir á biðlistunum í 2 ár. Einmitt. Og eða ert að reyna að fá inni á hjúkrunarheimili fyrir foreldra þína. Já, það Bíður í 6 klukkutíma á bráðavaktinni. Já, og þetta það sem kannski stóra vandamáli. Það ásóknin í þjónustuna. Hún mikil. Og það þörf á því að lækna fólk og sinna því þegar það kemst inn og þá reynum við náttúrulega að gera það eftir bestu getu. En það skortur á starfsfólki. Það bara staðreynd. Og þegar að fólk farið að segja upp störfum eða að hugsa að hætta að vinna við fæið, þá þarf maður að hugsa það með mjög alvarlegum ef þú væri að stýra kerfinu að missa frá þér gott fólk. Það ekki gott fyrirtæki sem missir frá þér gott fólk. Og það sem mér finnst við vera bara að gera í þessu öllu saman, við í raun og veru bara ekki með samkeppnishæft umhverfi innan heilbrigðiskeirans. Þetta allt og lág laun sem að þessar stóru kvennastéttir eru með eða fá og þetta bara svo staða sem að við stöndum frammi fyrir fólk bara leitar á önnum mið þegar að það ekkert atvinnuleysi sem að segja í landinu. Það næg að vinna að fá. Sjúkraliðar og hjúkrunarfræðingar eru mjög eftirsóknarverður svona vinnukraftur eða starfsmenn og þannig að þeir bara fara annað. Þannig að þeir verða hækka laun. Hver eru kjör sjúkraliðar í dag? Segjum ég væri að útskrifast bara og væri að fara að vinna á Landspítala. Já, þá fengið þú rétt tæpar 440.000 í mánaðarlaun. Svo fyrir dagvinnuna, svo fæ ég vakt álag. Já. Það sem náttúrulega bara greiðsla fyrir Já, þá ertu bara að vinna auka bara því þú ert að vinna öðrum tíma. Það er spyrja hvað maður fá ef maður er að vinna eftirvinnu. Já. 440.000. Já. Fyrir þetta starf. Þetta ekkert, við erum að tala sérhæfingu. Það minnir að lægsti taxtinn í nýgerðum kjarasamningu starfsgreinasambandsins hafi verið 407.000. Já. Það er lægsta sem að ófaglærður. Já, og þá þannig að þið fáið 33.000 fyrir menntunin ykkar. Tæplega, já. Og sérhæfinguna. Já, sem náttúrulega bara niðurlægjandi lágt og lítið. Og ég verði eiginlega bara svona klökk að hugsa til þess
að okkar góðu sko, félagsmenn sem að fara inn í þetta vinnuumhverfi, ég meina þeim sé boðin þessi laun. Ég verð bara miður mín yfir því. En af hverju er þetta því að þið eru best konur og þið eru að sinna þessu af öðrum ástæðum heldur en að sækjast eftir peningunum, þið myndu gera þetta hvað sem þótt þetta veri ekki? Nei, ég held að sé ekki þannig, en eflaust einhverja svona gamlar leifar af einhverju svona hugmyndafræði að þetta voru störf sem að voru ennilega sinnt svona heimilum fólks í gamla daga og ef þú lítur kannski til Austurlanda fjær að þá er víða svona þjónusta gerða af fjölskyldunni sko. Það sem ekki eru til þetta heimili. Það var bara í sjónvarpinu í gær um Kína. Einmitt. Það sem þessu bara varpaði yfir og nú eru þeir í vandræðum að þegar bara einbirni sem við sjáum báða forðarna. Já. Þannig var tíðarandin hérna í eldgamla daga á Íslandi en við erum bara sem betur fyrir í öðrum nútíma. Þeir eru komin í að fá launað en þeir fáðu bara eiginlega lægstu laun. Já, það þarf að leiða til það. Þetta er bara að vinna eins og hverjum vinna og þessi vinna og þetta vinnuframlega að vera metið til jafnsá við bara önnur störf í landinu. Þetta er ekkit verðmæti þessara vinnu. Þeir eru búin að segja þetta í 50 ár. Við sem myndur ykkar. Kannski ekki alveg 50 ár en svona mjög lengi, já. Á hverju ná kvennastéttin er ekki meiri árangri? Er það út af kollunum sem það er að semja við? Nei, ég held að þetta sé svona inngróið í samfélagið svona hér á árum áður svo hefur það fengið að þróast allt og lengi fyrir daufum eyrum stjórnenda og þeirra sem að réðu hérna árum áður og mér finnst svona vera að við séum í þeirri vegferð að fólk sé að átta sig á því að það þarf að meta virði starfa kvenna með sama hætti og önnur störf og ég held að fólk sé bara að opna augun fyrir því, ég allavega stendi þeirri meiningu að fólk sé að átta sig á þessu núna. Sundu fann að kvennastéttir í hart, ljósmæður fóru í verkvall og fengu ótrúlegan stuðning þjóðarinnar. Já, ég held líka bara að skilaði það árangri? Ég held að það sé fengu þar leiðréttingu kjara sinna? Sko nú er ég nú ekki alveg inn í því hvernig það endalega fór. Samninganefnd fjármálaráðuneytisins er svakaleg. Hún hefur ekki samið við hjúkrunarfræðinga í bara, ég held, 6 ára eitthvað. Já, mjög lengi sko. En það náttúrulega er staðista kvennastétt landsins og er hérna bara, já, ég veit ekki hvað maður að segja, bara sorglegt hvernig hérna samninganefndin hefur einhvern veginn ekki náð utan það að vinna betur með forystu að samninganefnd hérna hjúkrunarfræðinga. Ég hef ekki Hefur ykkur gengið betur með hana? Já, við höfum allavega náð samningi en spurningin er sko við höfum verið allt nálægt botninum í sko láglaunum það er ákveðin botni því hvað eru láglaun og lægstu laun í landinu og við vorum bara að segja niðurlægandi sko nálægt þeim botni þannig að það varð að spynna upp og ná einhverjum aðeins betri kjörum sem við náðum að örlittu leiti í síðustu kjarasamningum en auðvitað það náttúrulega ekki nærina og gott og heyri það þegar að launabilið er ekki meira á milli aðila þau voru algjörlega bara að byrja á vinnumarkaði ekki með neina menntun eða neitt og fær 33.000 krónur lægra í grunnlaun heldur en sjúkraliði sem er búin að þá að ljúka þessur sérnámi sínu og er að vinna í kerfinu bara mér finnst þetta einhvern veginn ekki alveg rétt gefið. Það var hérna í gær hjá mér hann Kristján Þórður, forseti Alþýðusambandsins. Hann er formaður Rafiðnaðarsambandsins og hann var að semja upp á 6,75% hækkun. Dugar það ykkur? Já, hann hlýtur að fá hagvöxt 9,6% verðbólga svo ég minni það. Já, en það er náttúrulega að þeir fá hagvöxtaraukann líka. Nei, hann er inn í þessu. Já, nei, ekki 6,75, svo hagvöxtaraukin já, sem bætist við. Þá er þetta hvað í kringum 11% eða, já, minna að segja hvað þannig, kringum það. Ég meina, við semjum náttúrulega ekki neitt minna en það. Þannig að það er Þið getur fallist það á skammtíma samning? Sko, ég reikna með að við munum fara í sambarlega vegferð og það sem er að gerast á almenna markanum. Vegna þess að við erum bara óvissu tímum í efnahagsmálum og maður þarf að vera skynsamur og það er í raun og veru ekkit viti því að fara að binda kjarakjör stéttarinnar til lengri tíma á svona óvissu tímum. Þannig að við verðum bara að hugsa til skemmri tíma. Það er ekki alltaf óvissu tímar? Ekki svona eins og er núna. Nei. Þetta er náttúrulega þetta er alþjóðlegt. Já.
Þetta er ekki bara á Íslandi. Það er ekki verið meiri hagvöxtur í Íslandi Nei, síðan 2007, ef ykkur þorir að hugsa til þess árs? Já, það er sem við verðum ekki glemma því að stýrivextir hafa hækkað. Verðbólgan, hún er náttúrulega hefur rokið upp og það eru svona sveiflur sem að maður vonast til að muni svona ná ykkur í jafnvægi. Þið ekki inn í BSB? Jú. Og sem BSB þið semjið bara sjálf? Sko við erum í svona samfloti með BSB. Þið eru fyrst og nætt að semja sjálf? Við munum vera í samstarfi með BSB þessi stóru mál, þessi miðlæga mál sem að svona eru sem að eiga við öll aðaldafjöröp. Vinnutími og sérstaklega því vakta. Já, sko við ætlum að... Varstu ánægð með þá áherslu og niðurstöðu? Já, ég var ánægð með sko við styttingu vinnuvíkunar. Sem að var sérstaklega til vaktavinnufólks? Já, og en það þarf að sníða ákveðna agnúa af þeirri aðferðafræði. Já, það þarf að gera það. Þetta er á flókið, þetta er útfærslan er mjög flókin og við þurfum að sníða agnúa af þeirri svona, þeirri aðferð sem er nú viðhöfð. Það er þá erfitt að koma saman vaktatöflum bara að láta þetta... Já, það er ekki bara það, sko. Þetta er bara, þetta er svo fjölþætt. Þannig að það sem gerist í innleiðingun er það að fólk er mismunandi vel sett til að taka að sér þetta verkefni til að innleiða það og stýra því inn á sínu vinnustöðum og kerfið og þá segi kerfið, bara tölvukerfin sem að eiga að sjá útreikningana á skipulagi vakta, vinnutíma, vinnuskilum, jöfnum vinnuskila, vægi vinnustunda, allt þetta þessi nýju hugtök sem að fylgja þessari vinnutímanbreytingum, að þetta kerfi sjálft er ekki alveg að valda utanumhaldinu, þannig að það þarf að horfa líka til þess að það skili og endurspegli því sem að það á að gera og því vinnuframlagi sem að fólk er að skila af sér. En það er svona óskýrleiki sem að veldur því að það hefur komið mörgum í uppnám bara þessi breyting. En heilt yfir að þá er þetta mikil kjarabót fyrir samfélagið allt að stytta vinnutíman og við erum bara á þeirri vegferð í okkar samfélagi að við viljum vinna minna. Og það er meðal annars út af óheyrilegu vinnuálagi sem ekki sístu bitnað á sjúkralögum. Það er þeirra verið að tala hvað við segja, fólk fari á örorku og svona síðari hluta starfsafinnar. Þá er það ekki síst við ykkar. Já, það bara því miður, sko. Þá er það þannig að það bendir til þess að vinnuálagið eða vinnuskilirinn séu bara Já, vakta vinnu fyrirkomulega, bara það að vera að vinna á vöktum er bara álagstáttur sem að þarf að taka tillit til og þar að leiðandi viljum við náttúrulega sjá að sáhópur sé að vinna minna heldur en aðrir og svo er náttúrulega bara vakta bara byrðin, hvernig þú raðast inn á vakti, það er ekki allir að vinna þrískiptavaktir, það eru margir sem að vinna á tvískiptum vöktum. Það við kannað, hvað veldur því að örorka er svona algeng með sjúkralega? Nei, við höfum ekki aðgengi endilega sjúkraskrám okkar félagsmanna en við finnum náttúrulega fyrir því það sem að er sótt í styrktarsjóðina okkar og þá erum við ekki endilega að greina það hvað nákvæmlega er að koma fyrir okkar félagsmenn en ásókn í sjóðin, hann náttúrulega, við sjáum það hefur örlítið aukist en hvaða er nákvæmlega, það eru stoðkerfisvandamál, það eru svona andlega bara, fólk bara, eins og maður segir, fer í kulnun og það fylgir því líka oft svona stoðkerfisvandi líka með og svo eru bara langtíma veikindi, krabbamein og annað sem bara fólk lendir í lífinu, þannig að það er vinnutengt þarna stóðkerfisvandinn. Já, það er það. Andleg bugun. Já, má segja það. Það má benda til þess. Það væri að vera sparnað fyrir þjóðina að bæta kjör sjúkraliða, stytta vinnutíman til þess að myndu enda starfsæfina. Já, og svo er það nú líka þannig að á þeim vinnustöðum það sem að er hugsað almennilega aðbúnaðinn og það sem að er verið að sinna mjög veiku fólki sem að þarf stuðning til að koma sér á milli staða að á þeim stöðum þar sem að aðbúnaður er góður
það líður okkar félagsmennum vel og þá er ég að tala þegar það eru lyftur í loftum til að færa þunga einstaklinga, það eru þannig rúm, það er hægt að snúa fólki á þess að það þurfi ykkur 3-4 að vera í því verkefni að snúa einstaklingi sem að getur gerst. Þannig að þetta eru svona, veist, það skiptir máli bara að tækin og aðbúnaðurinn. Og þetta herða vinnustæði eftirlit á heilbrigðisstofnun. Þannig að það nauðsynlegar Já, en svo er náttúrulega líka, svo er annað í þessu líka sem er mjög áhugavert að það er það þegar við erum í heimahjúkrun að þá eru heimili skjólstæðingan okkar vinnustæðir. Og það er ákveðin skilyrði fyrir því inn á hvers konar heimili við getum farið inn á. Það er ekki allir sem að geta tekið á móti þjónustunni af því það er bara þannig aðbúnaður að það er varla hægt að sinna viðkomandi. Það er líka hluti sem að þarf að horfa í því að það er ekkit allir sem að búa þannig að það sé hægt að sinna viðkomandi kannski bara uppréttur í þannig rúmi af því það er ekki lyfturúm á staðnum með einu heimili á fólki. Og ef við erum að tala að sinna fólki á heimilum og ofta talaðum aldraða, alltaf við talum nauðsynlegs að byggja upp hjúkrun heimili, þá við talaðum að nei, við ættum frekar að fara í hináttina, ég held að við þurfum að gera hvort tvekja, en þá þarf að horfa til þess að fólk sé stutt til þess að gera heimili sín þannig hæf að sé hægt að vita hjúkrun á heimili. Já, það þarf að gera það og ég tala ekki að fólk sem býr í gömlum húsum, þá var það nú þannig að bara hurðarnar, þær voru ekki nema kannski bara 70 cm á breidd, þú kemur ekki hjólastól þar í gegn, þannig að það þarf oft bara að brjóta niður veggi og gera ýmislegt til þess að geta þegið þjónustuna. Ég held ég að við sagt frá því áður við Rauðaborði, ég talaði eins og við konu sem átti fjölfallaðan son og bjó á Akureyri og var eiginlega alla ævina í baráttu við kerfið, meðan annars að þegar hann var orðinn svona unglingur, þá var hann bara of þungur fyrir hann að hún geti lyft honum upp úr baðkarinu. Þannig að hún sótti að fá lyftu til þess að ná honum upp úr baðkarinu. Tók 3 ár. Já. Þegar hún kom þá var hún biluð og virkaði ekki. Svo fluttuðu hjónin til Noregs og þá voru með fjölfallaðan son sinn með sér. Þá kom teimi frá sveitarfélaginu með svona blokk og horfðu út yfir tröppunar, þurfum við að breyta þessu og svo kom inn á baðherbyggið, en það er alltaf lítið, við erum að stækka þetta og þá kom sveitarfélagið og raunverulega innréttaði húsnæðið til þess að það væri hæft til þess að hafa fjölfallaða sonið inni. Þetta er hinum með við sundið. Já, og maður velti fyrir sér, af hverju þetta ekki svona hjá okkur? Ég veit það. Ég spurði alltaf Íslendingarna sem ég var þarna svolítið í Noregi að tala við Íslendingar sem höfðu raunverulega flúið. Já. Og þau lýstu sér alltaf svona þegar maður búin að vera í svona 3-4 mánuði á Noregi, þá horfðum maður tilbaka og hugsaði hvað gekk eiginlega á þegar við vorum heima á þessu hamstursjólið þarna og af hverju látum við bjóða okkur þetta? Þannig að það er ekki fyrir þú losnar út úr kerfinu að þú allt í einu fattar að það er ekki alveg í lagi hjá okkur. Kannastu við þessu? Já, ég hef heyrt, bara því miður þá hef ég heyrt þessu sögur, ekki akkurat þessa sögur, en margar svona sambærilega sögur um það að bæði félagsþjónustan og bara heilbrigðisþjónustan að hún einhvern veginn kemur til þín. Þú þarf ekki að grenja hann út. Nei, akkurat. Og það er bara sorgleg staða. Hér á Íslandi þarf maður að þurfa að hafa svona mikið fyrir því að fá þjónustu og fólk býður allt og lengi bara eftir einföldum, eða svona ekki tiltölulega einföldum aðgerðum. Þetta er náttúrulega ekki hægt að bjóða fólki upp á þetta. Kannski lagast þetta þegar heilbrigðisstefnan taka sér saman og móta heilbrigðisstefnu og þrýsta á stjórnvöldum að fylgja henni frekar heldur en að vinna alltaf eftir einhverju McKinsey-skýrslum. Já, það má kannski segja það. Ég allavega er ekki með svona alveg, ef ég væri með einfalda lausn þá var hún komin en þetta er flókið og margþætt. En auðvitað þarf náttúrulega samtali við grasrótina að koma líka að borðinu. Það þarf líka að heyra og hlusta rattið þeirra sem er að vinna á gólfinu og því það eru þeir sem sjá hlutina, hvernig best sé að hafa þá eða hvernig ná að útfæra hlutina. Þannig að við getum ekki gleymt því að það þarf að taka það samtal líka. Við höfum ekki völd við Rauðaborðið en við ætlum að halda áfram að tala við fólk sem þekkir heilbrigðiskerfið og líka mikið áhuga á verkalýðsmálum og sjúkraliðar eru að fara í samningaviðræður við ríkið. Ég þakka Söndru B. Franks kærlega fyrir komuna
og fróðlegt spjall. Já, takk fyrir mig. Nú ætlum við að snúa okkur að allt öðru, það er helvítis kódinn. Þetta er augnablik. Herðu, það er, ég sagði helvítis kótin, ég held að sé lag eftir Óttar Proppe sem heitir að burt með kótan. Ég held að blóti eitthvað þar í þeim texta. En í gær að þá voru kynntar svona frumdrög af tillögum frá nefnd eða starfshópum, klasa af starfshópum sem að Svandís Svavarsdóttir, matvælaráðherra, sjávarútvegsráðherra, setti saman fyrir svona hálfa ári rúmu, kannski, til þess að búa til sátt og nýja sjávarútvegsstefnu. Og ég hef heyrt það svona að þessar tillögur hafa ekki farið vel í alla, en ég hingaði komin Artúr Bógason sem er formaður smábáta eiganda, eða ekki? Jú, já, ég er það. Ert þú ekki innsti koppur í þessari nefnd? Nei, ég sá mynda þér sem að ráðherrann var að tala og þú sast þarna við borðið. Já, ég kunni nú ekki við hana að sitja við borðið, sko. Ert í nefndinni? Ég er í þessum, samráðsvettvangi, en síðan voru skipaðir 4 starfshópar sem að voru að skila þessum sem að er kallað bráðabirgða niðurstöður. Það er nú ekki meira bráðabirgða en svo, að sumt að þessu er nú þegar í ferli sem frumvörp.
En það er annar mál. Hún boðaði það að þetta er lagt fram á vorþingi 2024, það er ár í það? Já, allavega að það eigi að ljúka þessari vinnu í maí á þessu ári. Já. En þessi fundur í gær, hann snerist nú að það var verið að kynna sem sagt 60 tillögur þessara 4 vinnuhópa. Og Og hvernig líst þér á? Mér er bara verulega brugðið, svo ég segi ekki neitt meira en það, en svona í kannski sem stystu máli, þetta er myndalegu bæklingur sem við fengum hérna afhent hann og ég man nú ekki hvað hann er margar blaðsíður, hann er alveg haft í 200 blaðsíður eða eitthvað. Ein tillaga á hverju síðu eða svo? Nei. Þetta er massívasti áróður sem ég hef séð fyrir óbreyttu kerfi og útvíkun á aflandskerfi. Ég meina verra? Já, það er því að mínu viti bara ennþá verra. Akkur getur þetta komið út úr einhverju sem á að vera svona, það er búið að vera deilum kvótakerfi í íslensku samfélagi áratugum saman og mér er þetta bara algjörlega óskiljanlegt. Og nú ætla að búa til eitthvað sem við getum orðið sáttum. Já, mér er þetta bara algjörlega óskiljanlegt að það skuli vera settu saman þessi áróðuspési, þetta er ekkit annað en áróðuspési, annars vegar fyrir óbreyttu kerfi og útvíkuðu og hinu, það er þessi andúð á smábátútgerð og strandveiðum og félagslega þættinu sem það er kallaður, hann skín í gegnum allt þetta fremdverk. LIU, eða hvað er heit í dag, þeim hefur alltaf verið illa við þetta strandveiðikerfið. Það þurfti að vera svona hnökrar, eitthvað tjast sem hafa sett utan á kerfið og eru bestu losna við það. Það er verið að leggja það til að það verið gert. Þeir hafa ekkert farið í grágótu með það, þeir vilja losna við þetta kerfið og þeir mega alveg hafa það á skoðun. En þeir eiga bara ekki að stjórna landinu. Og það meiri segja svo gróft að það eru sko orðurétta tilvitnarir sem að, starfshóparnir eða einhver gerir bara að sínum orðum í forsvarsmenn samtakana sem eru búin að breyta um skamstöfun en heita LIU í raun og veru. Og það finnst mér alveg ótrúlega ósvíð að gera það. Er einhver bein tilvíðun í ykkur smábátamenn? Nei, það er engin tilvíðun í okkur. Fiskvislufólk eða sjómenn? Ekki svo ég veit því. En að Ganni tók, ég var nú að viðkjanna, ég fekk þetta bara fyrir sólarhring síðan og ég kastaði þessu nú frá mér þegar ég kom heim og nefndi nú ekki mikið að skoða þetta og eðalegja gerkvöldu líka, það er nú og sért að eðalegja verið með kvöldi núna, að það eru 122 viðmælendur sem komu að máli við þessa starfshópa. Ég fór bara svona hundafaði og merkti bara við þá sem eru alveg augljóslega bara stór fyrirtæki í sjávarútvegi. Og það er rétt 40% af þessum viðmælendum eru bara frá stærstu fyrirtækjanum. Svo er frá... Og þá er bara það að tala um stærstu 5 eða 6, sko. Já, eða næst svo mörgum. Samherja, Auðringin og Brim. Já, það er Brim og Samherji, Síldavinnslan, Ísfélagið og þessi fyrirtæki, Vísir og eitthvað svona. Og ég er ekkert að setja mig upp á móti þessum fyrirtækjum. En ég hins vegar undrast það að þeir hafa ekki haft meira hugmyndaflugu í að velja sér viðmælendur heldur en þetta. Og af þessum 122 sem talað við, þar eru 3 frá smábátategundum. Alveg heilir 3. Og síðan er þetta frá háskólum, alls konar stofnunum og ráðuneytum og ég veit ekki hvað. En að tala við, það er endar frá Sjómannasambandi Íslands, 1 eða 2, ég man ekki hvort. Ég sá, held ég, engan frá skipstjórum. Og bara Velstjórinn var hann, ég sá hann á myndinni. Já, sko, ég er að tala um viðmælendunar. Ég er ekki að tala um þá sem eru í samráðshópnum eða þessum vinnuhópum. Og ég verð bara að viðurkenna það að ef að þetta á að gerast á vakt Vinstri grænna sem að fór í síðustu kosninga með yfirlýsingar og það og þetta styrkja þetta sem að hefur verið svona niðurlagt með því að kalla félagslegt kerfi að þá er mér öllum lokið. Því að það er gegn stefnu flokksins. Það er algjörlega gegn stefnu flokksins og
og bara sem dæmi einn tillagan í þessu ritverki hérna er að afnema 5,3% kerfið. En þingflokkur Vinstri grænna, ég held að hann hafi allur skrifað upp á það fyrir ekkert löngu síðan að þá var lögð fram þingsályktunartillaga, mér minnir að það hafi verið þingsályktunartillaga að auka í þennan pott. En var það ekki bara núna í haust? Var ekki Bjarni Jónsson? Jónsson? Jú, Bjarni Jónsson sem gerði það. En svona bara sem dæmi, það eru í þessu ritverki hérna, það eru 12 blaðsíður í röð sem fjalla eingöngu strandveiðarnar, línuívilnun, byggðakvótana, skel og rækjubætur og svo framvegis. 12 blaðsíður í röð. Þetta er þessi 5,3% sem er í heildarpottinum. Og strandveiðar hafa greinilega algjörlega, þær eru á heilanum á mörgum handa greinilega sem hafa unnið þessa vinnu. En er það ekki gott að sé fjallað þetta í röð? Já, ég meina er svona óbúslega þörf að brjóta til merkjar það sem er að gerast í kringum 5% af bolfiskaflanum. Bara svona sem dæmi að strandveiðiflotinn, hann vitti á síðast ári eitthvað, ég man ekki nákvæmlega 11.000 og ekki innan við 12.000 tonn. Held ég að fara rétt með það en sko árið 2021 þá veitti íslenski fiskskipaflotinn í það heila yfir 1,4 milljónir tonna. Þannig að við erum að tala afla sem er sko langt innan við 1%. Og það er allir þessari orku eitt í að skýta út strandveiðarnar og í þessum bæklingi hérna er á minnstakosti 2 stöðum bara hreinan atvinnuró að ræða. Það er talað beinlínis í áttina að þeim og sagt að þeir kunni ekki að ganga fisk. Það séu léleg gæði hjá þeim, kunni ekki að ísa og ekki að blóðga og ég veit ekki hvað og hvað. Er lægra verðið sem að kemur upp úr... Já, það er vantarlega þess vegna sem þeir fengu hæsta fiskverð sem hefur sést á fiskmörkunum í sumar. En ef að markaður er rétt fyrir sér að þá kemur besti fiskurinn úr strand... Ég talaði við hann Arnar Atlason sem er fyrir fiskvinnslu án útgerðar. Ég ætla að tala við hann, bara þurft að bregða sér til útlanda, hann kemur inn í næstu viku. Já, ok. Ég hitt hann hérna í næstu viku. Endilega. Þá getur hann kannski sagt þér aðeins þetta. Hann þekkir þetta af eigin hendi að það er líka verið að skýta út fiskvinnsluna sem taka af strandveiði og smábátunum. Sem eru ótengdar útgerðum. Já. Sem eru svona fiskvinnslur án kvóta. Það verið að segja gæðin hjá þeim sé nú ekki alveg eins góð. Það passast, ef þú ber saman afurðaverðið, þá passar það ekki heldur. Nei, það passar, þetta er bara haugalí. Og það sem kemur mér á óvart er að svona þvættingur skulle vera settur fram í nafni einhverja tilraunar til að ná sáttum þessa hluti. Átti einhver í alvörunni von á því, eftir að þessi baklingur hafi verið settur upp, að fólk myndi falla aftur á bak í stólum sínum og segja, já, nú er þetta komið. Nú er þetta orðið fínt. Að hafa kerfið eins og er, nema hafa það kannski verra. Já, það verður verra ef verður farið að fara eftir mörgum að þessum tillögum. Það er alveg klart mál. Bara svona þessi lítið dæmi að það hefur verið sátt það að togveiðarfærum, sérstaklega öflugust skipana sér haldið fyrir utan 12 mílur. Og það er náttúrulega bara vegna þess að það er langt síðan að menn gerir sér grein fyrir því að þessi stórvirku veiðarfæri þau eru ekki heppileg inn á grunnuvatni. En samkvæmt frumvarpi sem er nú þegar er komið fram og við vorum að skrifa umsögnum bara fyrir nokkrum dögum að þá á bara að fara að leipa þessum skipum inn að 3 mílum og inn fyrir það að mér skilst. Það verður glæsilegt að sjá stærstu togara landsins slaka hlérunum á pollinum á Akureyri og taka sköfum út hefiðin og kippa kannski með sér Stefaníu og Strýtjunni og svo framvegis. En þetta er alveg ólíkindum. En á hverju gerir þetta? Þetta er bara alveg svakalega... Þú ert í þessari, hvað kallar þetta sem þú ert í? Samráðs... Hvað þýðir það? Færðu að vera á fundum sem aðrir... Jú, ég fæ að sitja á fundinum og ég fæ að taka einu sinni til tvis sinni til máls. Og getur rétt ímyndað hvað hver og einn viktar í svoleiðis. Og fyrir mér er þetta ekki raun fyrir þig, málglaðan mannin að sitja á svoleiðsfundi? Jú, frekar. En það er fróðlegt að heyra sjónamið margra, maður veit þá við hvað er að glíma. Hverju fá þá að tala meira? Það náttúrulega eru þeir sem að hafa, bara sem á fyrsta fundi, þá hann snerist skýrslu sem Jóhann Sigurjónsson fyrirverandi forstjóri Hafró skrifaði.
Mér fannst það nú strax mjög undarlegt. Ég hef ekkert á móti Jóa, hann fínn en á ekki. En mér finnst það skrítið að velja fyrrverandi forstjóra Hafró til þess að skrifa sem sagt, stöðu stofnunarinnar á þessum tímapunkti núna. Ég hefði haldið að þetta fá einhvern bara algjörlega hlutlausan og fá hann til þess að fara inn í stofnunina og tala við allt starfsfólk og svo framvís. En það var ekki gert. Þetta svona kunnuleg leið að kerfið að vernda sjálft sig og það skín í gegnum þetta allt saman. Það á bara að vernda þá sem eru með aflaheimildirnar. Það á að reyna að ýta út þessum þáttum sem hafa verið notaðir í þessa félagspakka. Félagspakkarnir eru þá hérna... Það eru strandveiðarnar, það er línu ívilnun sem hefur farið símingandi. Og upphafið af lögunum fiskveiðistjórnun að þá er talað markmið lagana, það er að venda fiskistofnin og svo er að hafa reksturinn arðbærin og hlutins, en það er líka talað byggðasjónum með allt slíkt og það er þess að þú kallar félagslega hlutan, er það til þess að uppfylla það að kerfið valdi ekki byggðaeyðingu. Maður skildi halda að það væri markmiðið. Sem hefur reyndar gert. Já, það er ekkert spursmál. En þið finnst sá hluti verið að tala það niður, það markmið. Heldur betur. Það er annað líka mjög merkilegt við alla þessa vinnu. Það vantar alveg gagnrýnar spurningar varðandi kvótakerfið sjálft. Það er hvergi minnst á þá staðreynd að við erum ennþá að hjakka í 200 og eitthvað þúsund tonna farinu eftir öll þessi ár. Alveg frá því að Hafró fór að gefa út ráðgjöf fyrir, hvað er þetta orðin, hátt í 40 ár síðan, að við erum ennþá að hjakka í sama farinu. Það er ekki minnst á þetta. Og það er ekki minnst á það. Var í upphafinu loforð að við myndum rekta fiskin upp í sjónum og byggja fiskistofnan og hafa tvöfalt stærri þorskveiðistofn eftir 8-9 ár. Við áttum að synda hér í þorski og öðrum tegundum ef það er bara hlýtt, vísindamennunum er hlýtt. Það er ekkert minnst á það hér. Og það er meiri segja að tala það að þetta sé nú allt í stakkasta lagi með okkar helstu fiskistofna. En þeir virðast alveg gleyma að minnast til dæmis á, og gleyma því, minnast til dæmis á hvar er humarinn í dag. Og ýmislegt annað sem er alls ekkert í lagi. Rækjan er líka farin. Já, hún er ekki í góðu lagi. Það er bara hort fram hjá því sem er að. Kerfið talað upp alveg hægri vinstri. Það eru hérna margar blaðsíður röð þar sem er bara talað hvað þetta sé ofboðslega hagkvæmt, það hefur leitt af sér ótrúlega góða hluti og svo framvís. Stóru öflug fyrirtæki. Já, það er reyndar ekkit kannski sérstaklega, en þú sérð alveg hver er að skrifa þetta. Þetta er skrifað von í fólk. Ég talaði við Sigurjón Þórðarsson, fyrirverandi þingmann Frjálslynda-flokksins, sem var flokkur sem var byggður í andstöðu kvótakerfinu, ef þú þekkir það vel. Hérna, hann sagði eitthvað svona að það var eins og þetta hefði verið skrifað aðeins að fólk hefði til þess vitað af Samherjamálinu, þar sem væri verið að selja fiskin okkar í gegnum aflandsfélög og svoleiðis sem að væri stórt mein í sjávarútvegskerfinu, en það var ekkit adressað í þessu. Svo sagði hann eitthvað svoleiðis og svo var eins og þetta fólk hefði ekki svona séð verbúðirna og átta sig á viðbröðum íslensku þjóðarinnar við því. Nei, ég held að sé bara alveg með ólíkindum hverju er sleppt að fjalla og það kannski skýrist á því hver er viðmælendalistin. Ég ætla nú að fara nákvæmlega yfir þennan lista með grunna nú að tala hækkið átti mikið upp úr 40% þegar allt er talið að fyrirtæki sem eru framleiða vörur eingöngu fyrir stórútgerðina. Skildir og tengdir. Akkurat. Stórútgerðinni. Nákvæmlega. Þannig að mér er nú frekar órótt í sinni eftir að hafa farið í gegnum þetta og kynningin sem var gerð í gær, ég ætla nú að leyfa mér að gagnrýna hana að þýlitinu til að það var þessi bæklingur, hann byrjar á allir þessari lofræðum kvótakerfið. Þetta sé bara alveg það albesta sem hægt er að hugsa sér. Öfundsefni allra þjóða. Já, það er nú búið að predika það í áratugi. Að það var alveg reikspólað í kynningunni í gegnum sem sagt alla þessa mæringu og farið bara í þessar 60 tillögur og svo framvegis og þannig að
En nú ert þú þarna tengdur, þú ert það sem verið að kalla hagaðilar, það er hægt að kalla hagsmunaaðilar. Já, mér finnst þetta alveg ömurlegt orð, í ætt við orðið fiskari. Já. En það eru smábáta kallar, eða smábátamenn. Já. Það er líka náttúrulega áhafnirnar, það eru sjómenn og skipstjórar og það er fiskvislufólk. Já. Það er alls konar fólk sem hefur mikinn hag af sjávarútveginum, þjóðinu öll, almenningur. Það er almenningur á að eiga auðlindina. Miklu meiri hagsmunir víða í sjávarbyggðum, þar sem að skiptir bara höfumáli hvernig kvótakerfið er. Já. En þú ert að segja það hér að stefnan þarna sé eiginlega mörkuð beint út úr hagsmunum stórútgerðarinnar. Það fer ekkert á milli mála. Bara svona pínlítið dæmi sem er svona tákgrænt. Ég hef alltaf gaman að leita táknum. Þetta er einhver genísk della í mér. Og það var reyndar annar búinn að koma auga á þetta áður og hann var bara eiga heiðurinn af því. Það var Arnar Allsson. Að þar sem er minnst, eða einn dálkur, þar sem er minnst á umhverfis áhrif veiðarfara. Það er eitt af því sem við erum búin að vera að biðjum í áratugi hjá Landssambandi smábátaeigenda, það er að umhverfis áhrif veiðarfara verði rannsökuð. Og persónulega er í samfærum það að þetta verður megin mál í framtíðinni við nálgun á nýtingu fiskistofna. Að hvernig er tekið úr þeim með hvaða veiðarfærum. Að undir dálkinum. Og þú vildi þá halda þig fram að línan væri best. Nei, ég veit ekkert það. Það er líklegra að þau bara eitt krókur niður. Mér finnst ólíklegra að til dæmis handfarakallar eyðileggi kóralrif heldur en togari. Eða það er allavega segir einhver rödd mér það. En og þeir eru ekki veiðarfærin, plastveiðarfærin sem er á ströndum til dæmis? Já, ekki bara á ströndum. Ég fór nú í leiðangur á samt konu og dóttur út á Langanes fyrir 3 ára síðan og við gengum þar niður í fjöru á 3 stöðum og mér var svo brugðið, ég ákvað að taka ekki myndir. Þær voru gjörsamlega bara löðrandi í þessu drasli. En það sem ég ætlaði að koma að varðandi umhverfisáhrif veiðarfæra og hvernig bæklingurinn er settur upp í því sambandi, þá er mynd af ákveðnu veiðarfæri í svona ring fyrir ofan textan umhverfisáhrif veiðarfæra og mynd af hvaða veiðarfæri heldur að sé. Veit ekki. Það er náttúrulega af krók. Þetta er náttúrulega þvílíkt skaðræði. Það er ekki mynd af trollinu. Nei. Og það er nú reynda brotið blað í svona kynningu á svona málum að í gegnum tíðina þá höfum við nú oft hlegið að því hjá Landssambandinu að þegar stórútgerðin er að prestera alls konar hluti. Já, það er auglýsa í útlandu, þá er alltaf mynda bátnum ykkar. Mynda smábátunum. En núna eru þeir með mynd af dránútabát á forsíðu upp í landsteinum. Það er kannski bara akkurat það sem að koma skal. Vera bara með þetta tóra dóthald sem hann næst landi. Það var oftar að gera kannanir afstöðu almennings til kvótakerfisins og það kemur yfirleitt fram að það er örlítill minnihluti, kannski 13-14% sem er hlynnt þessu kerfi. Mikill megin þorri almennings er á móti kerfinu. Já, það kemur og það er ekki vegna þess að almenningur sé illa upplýstur, hann er búin að búa við þetta kerfi í 40 ár og allir hafa tengslin í sjávarútveginn, allir þekkja fólk af byggðum sem að hafa brotnað út af kerfinu og þannig að fólk veit alveg og fólk þekkir til stóru fyrirtækjana og neikvæð afstæðar til stóru fyrirtækjana er byggð á þekkingu. Ef það er þannig að ríkisstjórnin og ráðuneytið er að setja saman stefnu sem á að vera sátt þjóðarinnar sem vel bara sátt innan stórútgerðinnar, hvað eigum við hinn að gera? Þetta er eins og svona að vera að taka af okkur málið. Já, ég veit það ekki. Ég er náttúrulega hér fyrir 80-40 árum þá var mjög alvarleg aðför gerðað smábátaflotanum og þá tókum við okkur saman og við rérum þrátt fyrir bann og gæti ekki hugsanlega bara risið upp einhver svoleiðis grasrót. Ég hef spurt menn stundum hvort það ætlar að þetta yfir sig ganga. Já, en það hefur nú ekki orðin einn massi í því. Það hafa einstaklingar boðið þessu byrgin. En ríkið hefur náða að svona hrista það af sér.
með tímanum. Það er stórkostlega svona lýðræðis skekkja ef það er 80% af þjóðurinn sem að vill þetta ekki en 14% sem að vill þetta. En samt er þetta. Já, sjálfsögðu. En sko, ég bind vonið við eitt. Já, sko, eftir að hafa flett þessu hérna öllu saman, ég ætla nú að reyna að lesa í hvað þetta eru margar blaðsíður. Þetta er, já, þeir náttúrulega hægt að merkja blaðsíður. Nei. 200, á blaðsíðu 220. Þá loksins varð ég glaður við að sjá áframhaldið í þessu máli. Það er síðasta blaðsíðan. Og það á að gera, og það er meira að segja að ég held matvælaráðuneytið hefur gert samning við félagsvísindastofnunum að framkvæma skoðanakönnun sjávarútveg meðal almennings. Þannig að ég bind nú svolítið að voni við að það kannski sveigist nú svolítið af þessu öllu saman hérna tilbaka þegar niðurstöður úr því líki fyrir. En ég náttúrulega veit það ekki. Og alltaf getur að gefa við neitt fyrirfram. Má ég eða leggja ánægðina? Það var sett nefnd sem átt að skoða bankakerfið. Og hún gerði skoðanakönnun meðal almennings og almenningu var spurður að þið viltu selja bankana sem eru í eigu ríkisins. Og almenningu sagði nei, bara 80% eitthvað. Ef þú tekið þá sem tók afstöðu. Þú mátt nú ekki taka mér alla von. Nefndi lagði samt til að bankarnir eru seldi. Ég veit og það var það sem var gert. Já, ég veit það. Þannig þetta var bara notað til þess að skreita skýrslu sem að var með niðurstöðu sem að þvert á vilja almennings. Já, það er alveg hárrétt hjá þér. En það er svo margt skrítið í þessu sko, þessari nefnd, þessum starfshópum, öllum var vel kunnugt það að í 9. eða 8. ágúst 2019 þá birtist í vísindatímaritinu Nature stórmerkileg grein kolefnislosun við hafrót þegar botndregin veiðarfæri eru notuð. Nú hef ég enga vísindalega þekkingu til þess að dæmi það hvort er rétt eða rangt. Ég vona að það sé rangt, auðvitað. En ég ætla ekki að fara að rífast við þessa vísindamenn það, en það er hvergi minnst á þetta í skýrslunni. En sko, ef það er rétt sem að er í þessari vísindagrein, sem er ritrýnd og birt í þessu virta tímariti er rétt, þá losa togveiðar heimsins álíka mikið og allt flug af CO2. Og ég er búin að... Það er rosalegt. Já, en sko, ég er búin að minnast á þetta á fundi með ráðherra, einum 2 fundum í þessum starfshópi. Ég hef spurt það út í Hafró að þessu, en ég svo sem skil þá að vera kannski ekkit beinlínis að skipta sér á þessu. Þeir finna kannski einhverja pólitíska lykt að þessu og það má vel vera að þetta endi í einhverju pólitísku þrassi. En hefði nú ekki verið allt sniðut að nefna það hérna í þessari vinnu. Hér eru komnar frá einhverja vísbendingar og við þurfum nauðsynlega að fá betri upplýsingar þetta. Til dæmis bara með því að þýða þessa greina á íslensku, því hún er á erfiðu tæknimáli ensku og við reyndar erum nú að spá í að láta þýðana fyrir okkur hjá Landssambandinu því að mér finnst það alveg ótækt að hver sem geti ekki lesið þetta bara á sínu móðumáli. Ég hlustu að Svandísi kynna þetta í morgunútvarpi Rásar 1, hvort það var í morgun bara, það var í gærmorgun, það var ekki verið í morgun. Hún sagði að umhverfismál væru algjör grunnur að þessu öllu. Já, hún verður þá útskýrað aðeins betur fyrir mér því að ef hún ætlar að fara að hleypa stórum togurum upp í harða fjöru, er það góð umhverfisstefna? Er það góð umhverfisstefna að ætla að reyna að ýta strandviðunum og þessum smábátaveiðum út þar sem að minnstir í orku er varið til viðanar. Er það góð pólitík í umhverfismálum? Það var eitt sem ég gleymdi að kom ekki að fyrir málaðinni í þér áðan að þegar sko er ráðist hér að strandveiðum og sagt að þeir kunni ekki að blóðga eða ísa eða neitt. Það er eins og þetta sá sem skrifaði þennan texta, hann gefur sér að strandveiðmenn séu svona einhver hópur manna sem leggst bara í hýði 1. september og skrýði úr því svona rétt til að geta sett haffærniskírtinni fyrir 1. maí en séu að öðru leyti bara ekki til í þjóðfélaginu. Það vil bara svo leiðilega til fyrir þetta fólk sem skrifaði þennan texta eða einstaklingin, ég veit ekki hver það, ég hef ekki hugmynd hvað skrifaði þennan texta, að í strandveiðunum er bara mjög fjölbreytt flóra af sjómönnum. Það koma bátar úr aflamarkinu sem smábátarnir eru í, úr krókaflamarkinu, úr grásleppunni.
að koma sjómenn af stóru skipunum, bæði togurum, drafnótabátum, netabátum, bara nefndu það. Og þau eru í leiðinni að segja við þessa menn að þeir kunni þessa hluti ekki. En einhvern veginn skilja... Það er eina leiðin sem að sjómenn hafa raunlega til þess að svona vera sjálfstæðir í sinni útgerð. Það er nú þess vegna sem að margir eru... Þannig ofta er þetta bestu sjómennir sem eru það. Já, ég hef alltaf haldið því fram að smábáta veiðarnar eða smábáta útgerðin, hún elur upp bestu sjómennina. Ef þú lærir ekki að bera virðingu fyrir hafinu á smábát, þá áttu bara pillaði í land og vinna í landi. Herðu Arþór, ég ætla að segðu mér eitt. Þessi tilraun núna, til þess að, þetta er eiginlega tilraun til þess að geirnegla óbreytt ástand í lög. Þetta er ekki tilraun til að ná sáttum. Ég veit svo mikið, sko. En þetta er tilraun til þess að þröngva kvótakerfinu sem að almenningur vill ekki. Við getum sagt að, ég held að Sigurjón hafi sagt það í gær þegar ég var að ræða það, ofan í kokið á almenningi. Þetta er slíkt til. Sko, upplifinu sem ég fekk við að, sko, ég er búin að lesa bæklingin í gegn, hvert einasta orð, meiri segja fullt af blaðsvíðutölunum, bara til að reyna að munna það. Að það er tilfinningi sem ég sitt eftir, það er svona andar alveg ísköldu í garð trillukalla. Og andar ísköldu í áttina sjónamiðum sem er ekki bara grjótart, við þurfum að græða á öllu upp í topp. Ég lít bara svo á að það sé... Og eina leið þess að græða er að því stærri sem fyrirtækin eru, því meira gróðin, að helst að hér sé auðlindin undir kannski 5 stórum auðhringjum sem að eigi þetta og stjórna þessu. Það stefnir allt í það ef að þetta fer einhverju hluti í gegn. Það er ekki flókið. Herru, takk fyrir að koma. Við ætlum að halda áfram að tala kvótann út af þessu nefndastarfi, því það virðist vera að segja svona eins og úrslitastund í baráttu almennings fyrir að ná breytingum á kvótakerfinu, sé að renna upp, þá að klára, nefndin ætlar að klára í vor, mörg frumvörpin eru tilbúin, stemt að því að koma öllum meginatriðunum í gegn eftir ár, þannig að nú er tíminn til þess að ræða þessi mál. Við höldum áfram að gera það á morgun og svo aftur í næstu viku. En núna ætlum við að venda kvæði okkar í kross og skipta yfir í femíníska fréttir. María Pétursdóttir tekur við stjórninni. Já, við erum sestar hér við rauðaborðið, nokkrir feministar og við ætlum að vera með svona annað yfirbræð á feministafréttum. Hjá mér er Margrét Pétursdóttir og Sara Steff og við ætlum bara svona að fara reglulega hérna yfir femínískar fréttir vikunar eða fréttinar með femínískum gleraugum. Þannig að við kannski svona bara byrjum á að fara hringinn hvað svona, hvort við höfum séð eitthvað sérstaklega femíníska fréttir undanfarið. Hvað segir þú, Sara? Ég sko, já, ég meina það að maður sér alltaf einhverja svona fréttir sem að er hægt að setja á sig femínísku gleraugun, sko, ef ekki allar. En ég hef svolítið búin að vera með klámbannið á heilanum. Ég bara, sannast það að segja, þá er ég ekki alveg viss hvar það mál er statt, sko. Það er, þetta er orðið gamalt mál, þessi tillaga Pírata að afnema þetta klámbann í lögum og Þetta er á þingi, tillaga fyrir þingi? Já, að afnema eitthvað eldgamalt, 153 ára gamalt klámbann og mér finnst einhvern veginn svo umræða öll vera svolítið svona frá öfugum enda, sko, að því að það allavega heyrist mér þeirra tillaga svona miða öll við það að við séum öll orðin svo modern og opin gagnvart kynlífi og þess vegna sé lógískt að afnema þetta klámbann og þannig að sko í upphafi þá er bara svona hugtakaruglingur í mínum huga allavega, þú veist, vegna þess að klám er ekki að sama kynlíf. Þó eflaust og oft náttúrulega hafi klám svona kynferðislega örvandi áhrif á fólk, ég held að bara, þú veist, það er enginn að fara að neita því.
en mér finnst þetta svona, þú veist, einhvern veginn öfugur endi að vera að ræða klám og að vera að tala við ykkur háskólaprófessora sem að segja það sem ég var að segja hérna að þetta sé vissulega bara þannig að við séum öll orðin svo modern og ófeimin og að þetta hafi kynferðislega örvandi áhrif á fólk og þess vegna bara sé í lagi að afnema þetta bann. En réttur enda á umræðinni hefði ég haldið að væri, þú veist, að taka þú veist, þessa umræðu sem var svolítið mikil, en að þú veist, eins og OnlyFans til dæmis og framleiðslu á klámi og af hversu miklum svona fúsum og frjálsum vilja fólk fer í að framleiða klám og bara mansalstengt mál og þú veist, allt þetta. Já, vendið og allt þetta. Þannig að mér finnst þarna þessi klámbandsumræða, hún hérna ergir mig aðeins. Já. Einmitt. Já, það ég hef svona rekist á nokkrar fréttir sem get tengt við svona sem feminiska fréttir. Það eru til dæmis hérna sílikonbrjóstafréttin hérna á dögunum sem sagt að kona sem að fer í uppgöta það að hún með brjóstapúða og uppgöta að þeir eru sprungnir og í ljós kemur hún með krabbamein. Verður ekki búin að man ekki alveg hvernig var með þetta krabbamein sko, þeir sprungu fyrir einhverju síðan en þetta er svo dýr aðgerð að láta taka það og hún er búin að bíða með það í einhver ár. Já. Og hérna þetta var náttúrulega mikil umræði hérna á sínum tíma þegar þeir voru að springa einhverjum ákveðnum lækni, þú veist að það var einhver ákveðin lækni sem var með ákveðina sending og þeir sprunga allir og þetta var ríkalegt mál. Einhverja lélega púða. Já, nema þarna... Og svo var náttúrulega, þetta var ekki líka eitthvað þannig að efnið í púðunum gæti verið krabbmeinsvaldandi. Jú, eitthvað var það líka. Já, en þannig að fyrir þessa konu þá kemur í ljós þegar hún á tíma til að láta taka púðuna, þá hvetur læknirinn hana til að fara í skimun sem hún gerir og svo skimunin skilar engum krabbmeinsniðurstöðum svo hún fer bara í aðgerð en vaknar svo við það að læknirinn þarf að tilkynna henni að undir púðanum hafi komið í ljós krabbamein. Þannig að hún var svona að benda á þú veist þessa heilbrigðis hættu og var raunverulega gagnrýna líka þú veist á þessum tíma hversu litla leiðsögn konur fengu því þú veist þetta áhættan væri, það var ekkert verið að tilkynna um áhættuna og öll sem náttúrulega arðsemi læknana sem að setja þessa púða í og svo ég meina þetta svona kannski svolítið kallast á við Talibana-fréttina líka mist það svona þú veist þessi á hvaða forsendum við erum konur sko að á þessum tíma fyrir 2005 þegar konur voru að láta setja í sig svona sílikonpúða hérna á Vesturlöndum sko til að gangast upp undir í ykkur svona staðalímyndum að vera með stór brjóst eða þú veist og ég er ekki að tala um konur sem hafa farið í brjóstnám og eru að láta lagfæra þú veist ég heldur bara þessi staðalímyndum hvernig kona er að líta út sko að hún kannski kallast svolítið áveg síðan hina kalla hana í Afganistan Talibanastjórnina sem að reyna bara einhvern veginn að afmá konuna sem slíka Við vorum með, það er fleiri en einn frétt frá Afganistan í rauninni, það er annars vegar hjálparsamtökin sem var bara orðin óstarfhæf. Já, því þau bönnuðu konum að vinna og núna er við aðeins farnar að draga í land og það er mega svona vinna ákveðin störf undir ákveðin skilurðum, þannig er bara sé hægt að halda út í hjálparstarfi í Afganistan og þú sást frétt. Já, alveg fáránlega frétt náttúrulega, því þetta er bara hryllingur, þetta færaveldi þarna. Já. Hún fjallaði um það að þeir eru búin að banna hvern höfuð á gínum, svona hvern líkama gínur mega ekki bera höfuð konunar. Þannig upphaflega átti bara af höfða allar gínurnar og svo kvörtuðu búðareigendur undan því að þetta væri ótækt og þá sættust þeir á það að það mætti þá hafa höfuðið en það þyrfti að hylja það með klút eða einhverju. En nú eru gínur oft afhöfðaðar. Já, náttúrulega ég meina hvern líka minn er bara bútaður í sundur. Mjög oft í búðaglöggum eru þær ekki með höfuð. En kynlausar, það hefur verið alveg vinsælt síðan. Já, og svo hefur verið líka, og það eru náttúrulega alveg hrikalega grannar, það eru bara svona eins og einhver herðatré. Þannig að það hafa verið oft mikið gagnrýni á gínur, hvernig þær eru hérna á Vesturlandi líka. Og var ekki eitthvað fyrirtæki sem fór hérna framlega eða einhver verslunarkæði sem fóru að láta gera gínur í svona aðeins fjölbreyttari stærðum. Örugglega. Já. Með línur og eitthvað svona. Ég meina hvern líka með bara botlaus brunnur. Já, einmitt. Já, herðu, ég sá grein eða það búið að fara svolítið mikið hérna greinum frá henni eða viðtal við hana Söru Björk fótboltakonu sem að var að
í einhverju ára að keppa fyrir Lyon í Frakklandi og verður ófrísk þar og eignast barn og hún er í rauninni að segja frá svona því hvernig þetta sterka fótboltalið hann í Frakklandi tók á því að hún yrði ófrísk og það er vægast sagt sko lélegt sko og náttúrulega þeir bara brötu lög á henni sko og þetta var kært að hún verður ófrísk og hún á ekki að eiga rétt á fæðingarólofi eða neitt slíkt sko og þrátt fyrir að FIFA sé með sko einhverjar reglur slíkt og þá er hótað að kæra til FIFA og þá segja þeir bara við hana, já þá átt hún enga framtíð fyrir þér hér hjá þessu félagi kæra minn. Já, ég meina þetta er náttúrulega alveg, þetta er náttúrulega mjög svona patriarkal samfélag Frakkland. Já. Já, þetta hefur verið vaninn sko að þær eru bara búnar með ferilin ef það er fara eignast börn. Já. Þetta er mjög löngrein hjá henni en alveg þess virði að gefa sér tími að lesa hana. Þetta er ótrúlegt. Já, og einhvern veginn, já, það er eitthvað svo, það sem er svo ömurlegt við þetta er með hvað, þú veist, þetta á að vera svona gleðilegu tími og þú veist, eins og hún segir sko, fyrst var hún alveg rosa glöð að hún væri ófrísk og ætti að vona barni og svo bara svona fór hún aðeins að hugsa, shit, hvað segir liðið? Já, þannig að þú veist aftur þarna með að vera bara kona, þú getur einhvern veginn ekki verið kona á forsendum, á eigin forsendum, þú ert alltaf einhvern veginn. Já, einmitt. Já. Og svo erum við með svo margar hliðar á þessu í raunin innan knattspyrnunar að það hálfa að vera ná sko, af því þarna náttúrulega, við hefum einmitt verið að ræða það aðeins við Gunnar Smári í varandi sko sölu og leikmönnum og hvað er bara hrikalega kapitalískt umhverfi allt og þetta er bara svona verslun með fólk í rauninni þannig að. Konur bara útsöluvara? Já, og svo í þessu tilfelli er konur útsöluvara sko miða við allt og allt sko. Já. Þær eru að fá náttúrulega bara miklu minni laun og... Já, ég meina það eru bara ekki velkomnar inn í þetta stigveldi. Nei, það er svolítið þannig. Það er þannig. Það er þannig, já. Eins og önnur svona stigveldi. Akkurat. Herðu, það er fleira búið að vera í fréttunum. Það var aðeins í fréttunum og kom það ekki áramótasköpinu líka hérna með Eddu Falag? Nei, þetta var í hérna... Á 13. 7. janúar. Já, þetta var 13. brennan í Vestmannaeyjum. Þetta var 13. brennan í Vestmannaeyjum, já. Og hérna. Þá var búið til einhverja grílu. Já, sem er einhver hefð fyrir, nema í ár var hún merkt nafninu Edda Flag, já, einmitt. Og framkvæmdastjóri IBVF sagðist ekkert hafa vitað þetta en svo lag út vídeo þar sem hann sást í þessari smiðju. Já, hann var þarna bara. Sá þetta bara vel og vissi alveg hvað var í gangi og... Kannski bara stóðan fyrir þetta var bara eins og þarna herferðin bara má ekkert lengur má ekki einu sinni gera grín þú getur ekki einu sinni skrifa nafnið en það er rétt heldur en það var meiningin alveg klálega ekki meiningin var náttúrulega ekki skrifa nafnið en hérna en vitið þið hvað þetta er statt þetta mál er búið að beða afsökunar eða það var nú eitthvað træða það var eitthvað svona fum og fams með að þú veist hann fann ekki númerið hennar og svona gæti ekki hringt og það var svo erfitt að finna út úr þessu og Páll Magnússon þingmaður fyrirhandi útvarpsstjóri náttúrulega og fyrirhandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins fyrir Vestmannaeyjar að honum misbauð hugtakanótkunin þarna og ætlaði nú að aldeilis hérna birti langa færslu á Facebook þar sem hann lasi yfir fólki hvenær væri viðeigandi að nota þessi hugtök og ekki sko hvítur forréttindakarl í sínum heimabæ sko hann er sérfræðingur í því hvernig á að nota svoleiðis já, akkurat Já, þannig að þetta er bara það verður bara áhugavert að sjá hvernig Vestmannaeyjar vinna sig úr þessu en ég meina þetta er bara svona endurtekið efni Þetta er endurtekið efni í Vestmannaeyjum, já Því miður sko og hérna auðvitað á þetta ekkert við alla Vestmannaeyinga sko, þú veist, náttúrulega Vestmannaeyingar en hérna einhver síður þá er þetta íþróttafélag bæjarins þú veist, sem er á einhverjum opinberum styrkjum og er með barnastarf og annað og ég meina þau bara leiða þessa göngu innan stóra svona eldkindla Akkurat Við skorum bara á þá Vestmannaeyinga sem er á móti þessu framferði að láta heyri í sér. Já, akkurat. En við erum með fleiri svona fréttir utan að landi. Já, ég rakst á frétti í miðli í dag að á Austurlandi hefur kynferðisbrotum fjölgað á milli ára og það er sko
í nýri skýrslu lögreglunar á Austurlandi fyrir síðasta ár kemur fram að kynferðisbrotum fjölgaði 133,33% árið 2022 ef miðað við hinn 2 árin undan. Þetta rosalegt. 133%? Þó þetta séu þó maður ef það hefði verið 1 mál og þeim fjölgar í 2 þá ertu búin að fjölga strax í 100% en þau hafa pottet verið fleiri en 1 áður þannig að þetta hlýtur að vera svolítið mikil fjölgun. Já, hlýtur að vera. Þetta hlýtur að vera þá einhver 6 mál eða eitthvað svoleiðis sem að 5-6 mál. Já, akkurat. Og það náttúrulega nokkuð mikið fyrir lítinn stað. Svo veit maður ekki eins og núna þegar það eru svona fjölgun á kynferðisbrotamálum og fjölgun á ákveðnum málum líka og hatursglæpum og einhverju svona hérna þessu. Þá veit maður ekki alltaf hvort það sé slæmt eða ekki slæmt. Því stundum veltir maður fyrir sig verið að kæra meira, meira rata til dómstóla. Já. Þú veist, eða er þetta raunveruleg fjölgun á brotum. Já, það má sjá það góða í hinu slæma þá ef fólk farið að kæra meira, þú veist, og þetta sé vissulega þá að það verið til staðar. Nákvæmlega. Þannig að það er kannski svona... Já. Og sé nú ekkert voðalega En hvort að kerfin hafa síðan eitthvað til að taka á móti þessu, að vinna með þetta og lesa úr svona málum, það er svo annað. Aldrei verið neitt sérstaklega gott þeim sem að koma og kæra, Allavega ekki konum, ekki konum og börnum, það er nú langar reynsla því líf án ofbeldis til dæmis. Gagnvart svona heimilisofbeldismálum. Þannig að þrátt fyrir svona átök sem að lögreglustjórinn á Suðurnesjum, nú ríkislögreglustjóri, hafi farið í og svona þá það ekkert endilega, þú veist, það kannski lyftir embættinu en það er ekkert víst að gera neitt sérstaklega mikið fyrir fólki sem er samt að þola heimilisofbeldið ef það er ekki til síðan úrræði eða þá menningin bara einhvern veginn leggur svona mikla rækt við þessa ómenningu að hún fær bara að þrífast saman ber Vestmannaeyjar. Já, akkurat. Já, heyrðu, Margrét, þú ætlaði líka að vera með minningarorð. Ég ætla að vera með smá minningarorð og einmitt þú talaður heimilisofbeldi. Þessi kona hún sem heiti Dorothy Pitman Hughes, fædd 38, fluttist til New York ung, byrjaði að eignast börn snemma, var nú samt ekki gift lengi. Hún dó núna í desember og hún uppgötaði það nú snemma að það var svolítið erfitt að lífa af með börn. Þannig að hún stofnaði sitt eigið dagsetur, svona barnaheimili og þetta vakti verðskulda athygli innan kvennahreyfingarinnar og við hann tók við til blaðakona sem að hét Gloria Steinem. Og þær urðu miklar vinkonur og fóru að berjast mikið saman feminisma og gegn rasisma. Og það náttúrulega var mjög fræg mynd af þeim tveimur síðan tekin, þar sem þær eru báðar með hnefann á lofti. Og Dorothy vann með henni lengi, fóru til dæmis í ferðalagum Bandaríkin með fyrirlestraröð og þær voru að því alveg í 2 ár til að tala feminisma og rasisma. Þær síðan komu báðar að því að stofna feministblað sem hét Miss Magazine, held ég að það veitið. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég held það. Og en hún kom ekki mikið að því, hún Dorothy, en var hins vegar mjög dugleg við að stofna einmitt kvennaathvörf Bandaríkin og talaði mikið feminisma, meðal annars var hún í Columbia Háskóla lengi vel, kennari og hún dó núna í desember síðastliðin og ég held maður getur alveg sagt það að Dorothy Pitman Hughes hafi sett sitt mark aldeilis á söguna og þökkum henni fyrir það sem hún hefði fram að færa. Einmitt. Heyrðu, gaman að heyra aðeins hana. Mér dettur í hug bara svona út frá því, eru það að lesa eitthvað feminist? Ég er ennþá að klára þarna venjulega konur vændi á Íslandi. Já, ég var að mynda að byrja á henni. Ég las sögurnar, ég á eftir að lesa vel rannsakaðan svona inngangin hjá Brynhildi. Það sem hún tekur saman svona sögulegar heimildir. Akkurat. Ég var að mynda að hlusta hann í gerð. Já, þannig að svo bók kom allavega, ég er svona alltaf maður kannski með nokkrar. Nei, ég er reyndar að hlusta á hljóðbók. Er rétt nýbyrjuð og sem er og þú náttúrulega kemur alveg að tóma kofan, ég er náttúrulega búin að gleyma nafninu hennar. Þið kannski munið það, hún tók sér til og fór í láglaunastörf. Þess að rannsaka hvernig láglaunastörf í Bandaríkjunum voru, hvernig aðbúnaður og laun og annað. Og náttúrulega þurfti bara, hún flutta heimann og lifiði bara
eins og aðra láglaunakonu gerðu á þeim tíma. Ég man nú ekki hvað þetta voru einhverju mánuði sem hún tók í þetta og náttúrulega bara svakalega sögur að því hvernig konur þurftu að reyna að lifa af. Bara, það var hörmung, sko. Þetta var alveg, þú veist, verið að fara í ruslið og ná sér í mat og svona, þú veist, að baku veitingastæðin eftir vinnu og það var alls konar, sko. En rosalega sterkar manneskjur sem hún talar Ég þarf bara að koma með þetta nafn einhvern tímann svona við tækifæri, ég er bara búin að gleyma því. En hérna, þetta er svona, ég er hægt að lesa eiginlega. Það er bara hljóðbækur, það er rosalega margar og góðar útgáfur af hljóðbókum til í dag. Já. En þú sjálf, María, hvað ert þú að lesa? Heyrðu, ég var að byrja að hlusta á, ég var að hlusta á, Tove Ditlevsen Gift daginn og var núna að byrja að hlusta á bókina Brynhildar mændi. Þannig að, já, við kannski verðum með svona, já, við skulum kannski reyna að setja á dagskrá svona af og til einhverja svona bókaumfjöllin líka. Er það ekki? Já. Ég líst alveg það. Herðu, þá bara verðum við hér afturvonandi í næstu viku og með fleiri femíníska fréttir. Takk fyrir. Þá er Rauðaborðið búið í kvöld. Ég þakka öllum gestum okkar og ykkur sem hafa hlustað. Rauðaborðið verður næst hérna á morgun klukkan 8. Ég hvet ykkur til þess að hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna. Það er best gert með því að læka síður samstöðuna bæði á YouTube og Facebook. Dreifa efninu svo víðast því að það eru vel ekkert svona beint dreifikerfi sem við erum með, heldur bara það sem að fólk dreifir sjálft, sem að finnst áhugavert. Setur á veggi sinn, sendir vinum og vandamannum annað slíkt. Þau sem velja að styðja okkur geta gengið í Alþýðufélagið sem er svona fjárhagslegur bakhjarl samstöðurinnar. Þar gengur fólk í félagið, greiðir félagsgjöld sem eru frá 2000 krónum á mánuði og svo getur það borga meira eða vill. Og það rennur til þess að byggja hér upp dagskrá. En ég þakka kærlega fyrir í kvöld og segi góða nótt.